650 fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn þriðjudaginn 16. febrúar 2021 klukkan 17 er hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Ríkharður Ibsen, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartanum og Kjartansinni og Hrefnu Gunnarsdóttur sem ritar fundargerð. Og það eru 7 mál á dagskrá þessa fundar en þau eru Númer 1 fundargerð bæjarráðs frá 4. og 11. febrúar. Númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. febrúar. Númer 3 fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 9. febrúar. Númer 4 fundargerð velferðarráðs frá 10. febrúar. Númer 5 fundargerð lýðheilsuráðs frá 1. febrúar. Númer 6 fundargerð fræðsluráðs frá 12. febrúar og númer 7 sala útlendings EHF. Og þar er að ræða svör við spurningum bæjarfulltrúa Miðflokks og einnig svör við spurningum bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem lagðar voru fram á síðasta fundi bæjarstjórnar 2. febrúar síðastliðinn. En þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrárlið sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 4. og 11. febrúar og orðið er laust fundargerðirnar. Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hérna upp undir fundargerð bæjarráðs frá 4. febrúar, lið 3 sem er Myllubakkaskóli í tengibygging. Það hefur mikið verið unnið í Myllubakkaskóla til að koma í veg fyrir raka og myglumál sem hafa verið til staðar í mörg ár í húsnæðinu. Og það er tengibygging sem að lekur og hefur gert langt skeið sem hefur verið lokað núna. Og eftir að henni var lokað þá finna starfsmenn fyrir því að loftist er betri. Það er tillaga að rífa þessa byggingu og að ný bygging verði sett í staðinn sem að mér finnst segja sér sjálft, þar sem að bæði heilsa nemanda og starfsfólks á að vera í fyrirrúmi og verður ekki metin til fjár. Svo er það liður 4 sem er uppbyggingateymi félags- og atvinnumála í kjölfar COVID-19. Ég las skýrsluna sem er svo 10. sem að kemur frá teyminu og það kemur ekki óvart það sem fram kemur í henni því miður. Staðan í samfélaginu er að hafa víðtæk áhrif á fólk, á fjárhag þess, líkamlega og andlega líðan, félagslega stöðu og margt fleira. Mat félagasamtaka á stöðunni eru ekki góð og hafa þau áhyggjur af afleiðingum tekjumissis og einangrunar á heilsu fólks. Heilsutjón af völdum vanlíðunar kvíða og áhyggja getur haft þau áhrif að það getur reynst fólki erfitt að snúa tilbaka á vinnumarkað. Og hugarafl lýsir til dæmis yfir miklum áhyggjum af því hve mörgum skjólstæðingum sem þeir sinna hefur verið synjað þjónustu hjá VIRK. Og ég vinn sjálf í geðgeranum og það er sorgleg staðreynd að fólk með geðraskanir fær oft höfnun víða í samfélaginu og það er lítill skilningur á því að endurhæfing fyrir þennan hóp taki oft lengri tíma. Og ég tel okkur geta gert mun betur þar og ég tel líka að VIRK geti gert betur. Og hvetji þau til þess og ég tala nú ekki á þessum tímum. Og mér langar líka að minna á styrkin sem að ríkisstjórn Íslands veitir, sérstakan íþrótta- og frístundastyrk fyrir börn fædd á árunum 2005 til 2014. Og það er að ræða 45.000 krónur sem eru aukreitis við 40.000 krónurnar sem er hvatastyrkur bæjarins og það er hægt að fara á island.is og þar undir tómstundastyrkur og sækja Og samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef hafa einungis rúmlega 260 af þeim tæplega 900 sem eiga rétt á þeim hér á Suðurnesjum sótt og ég vil því eindregið hvetja fólk til þess að kanna sinn rétt. Og fresturinn rennur út 1. mars næstkomandi. Og mér langar einnig að koma því á framfæri að það er verið að auglýsa 7 störf á velferðarsviði Reykjanesbæjar og ég er alveg rosalega glöð í hjartanu því það var ekki vanþörf á. Og með þessari aukningu getum við veitt íbúum bæjarins enn betri þjónustu og ég vil hvetja fólk eindregið þess að sækja þessi störf. Það er mjög gott að vinna á velferðarsviði.
ég get staðfest það sem starfsmaður á því sviði. Og að lokum það liður 5 og það voru lögð fram drög að verkefnasamningi við RR Ráðgjöf EHF og heiti verkefnisins stigskipt þjónusta til farsælda fyrir börn. Félags- og barnamálaráðherra hefur lagt fram frumvarp til laga samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, farsældarfrumvarp, og einn veigamesti þáttur frumvarpsins stigskipt þjónusta fyrir börn. Þvert á þjónustukerfi og markmiðið að tryggja skilvirka og samfellda þjónustu við hæfi allra barna. Og í frumvarpinu gert ráð fyrir að fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning verði tryggður aðgangur að svokölluðum tengilið í nærumhverfi barnsins og ef þurfa markvissari og eða sérhæfðari fjölþættan stuðning til lengri tíma verði tryggður aðgangur að málastjóra hjá félagsþjónustu sveitarfélagsins. Á vormánuðum 2019 fór fram vinna á vegum bæjarins sem miðaði að því að skilgreina snemmtæka íhlutun fyrir börn og fjölskyldu þeirra og vinnuheiti verkefnisins var fjölskyldan í fyrirrúmi. Það voru haldnar vinnustofur með stjórnendum og sérfræðingum velferðarsviðs og fræðslusviðs og þar fór fram mikil og góð vinna og hefur Reykjanesbær nú þegar stigið ákveðin skref í 8 stigskipti þjónustu sem að mörgu leyti í samræmi við frumvarp félagsmálaráðherra. Og munu gögn og niðurstöður verkefnisins nýtast við framgang verkefnisins stigskipt þjónusta til farsældar fyrir börn. Ég mjög ánægð með þetta verkefni og að við höfum í raun og veru verið byrjuð að rúlla boltanum. Reykjanesbær fjölskyldubær og við viljum veita börnum og fjölskyldu þeirra þá þjónustu sem þau þurfa, eiga rétt á og við viljum gera það vel. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Það hafi ekki fleiri kvaðsir ljós undir þessum lið. Þeir sem geta samþykkt fundargerð bæjarráðs eru beðin að gefa merki. Og þær eru samþykktar 11:0 og þá það liður 2 sem fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. febrúar og eins og oft áður þá þurfum við að samþykkja nokkra liði sérstaklega. Og í þetta skipti að ræða 8 liði sem við þurfum að samþykkja sérstaklega. Og fyrstur þar liður 2 sem Suðurlína 2. Við tökum fyrst og tökum þá liði sem við þurfum að atkvæða sérstaklega og svo tökum við fundargerðina að öðru liði. Fyrsti liður þá liður nummer 2 sem Suðurlína 2 framkvæmdaleyfi. Orðið laust þennan lið. Ríkharð Ísson, gerðu svo vel. Fundarstjóri, bæjarfulltrúar. Já, ég ætlaði bara svona aðeins að koma inn á þennan lið, Suðurlína 2, framkvæmdaleyfi. Þetta búið að eiga mjög langan aðdraganda, vægt til orða tekið og ef mér skilst rétt að þá afhendingaröryggi á raforku búið að vera í uppnámi á svæðinu í hartnær 20 ár. Við erum búin að fara á eiga fundi með Landsneti, við höfum átt fundi með embættismönnum hjá ráðuneytum, fulltrúum atvinnulífsins og fjölda annar aðila og vonandi erum við loksins að finna hér farsæla lausn og ég vil fagna því að þetta framkvæmdaleyfi hafi verið gefið út af hálfu Reykjanesbæjar og einnig benda á það að það skiptir sköpum núna að fylgja þessu fast eftir vegna þess að þetta risamál bara fyrir efnahagsumhverfið hér á svæðinu. Það alveg klárt. Og meiri sig að ratar inn í orkuskiptin, græna orku, sjálfbærni og ótrúlegustu hluti. Þannig að nú erum við að sjá niðurstöðu færustu sérfræðinga sem að segja að út frá jarðvá sérstaklega að þá sé loftlína miklu tryggari valkostur og ég bara svona vil koma því á framfæri við embættismenn bæjarins og aðra að nýta núna tækifærið og fylgja þessu eftir og tryggja raforku öryggi hér á svæðinu og Suðurnesjum öllum ef því að skipta og löngu orðið tímabært. Þannig að ég fagna þessu framkvæmdaleyfi mjög. Takk fyrir.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú að taka undir með bæjarfulltrúar ykkar í þessu máli. Það ljóst að okkar mati hafa málin snúist allverulega í þessu máli og það sé ljóst að með þeim jarðhræringum sem urðu á síðasta ári hérna á Reykjanesinu og þeim upplýsingum sem okkur hafa verið kynntar hættuna hvað varðar jarðstreng, að þá telur meirihluti það alveg skýrt að svo konu máli að taka undir með umhverfis- og skipulagsráði að heimila línu nú þegar og við fögnum því. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós undir lið nr. 2. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 2 eru beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 11-0 og þá er það lið nr. 4 sem er Njarðvíkurhöfn skipulagslýsing þar, orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið, þeir sem samþykkt geta lið nr. 4 eru beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 11-0 og þá er það Stapagata, Stapagott, fyrirspurn. Orðið laust þennan lið. Enginn sem kveður sér ljós undir lið nr. 6, þeir sem samþykkt geta lið nr. 6, eru beðin að gefa merki. Hann samþykktur 11-0, þá er það lið nr. 7 sem er breyting á deiliskipulagi iðnaðar- og orkuvinnslusvæðis á Reykjanesi, orðið laust lið nr. 7. Það er enginn sem kveður sér ljós, þeir sem samþykkt geta lið nr. 7 eru beðin að gefa merki. Hann samþykktur 11-0 og þá er það liðið nr. 9, Völu ás 6, breyting á byggingarrit, orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir lið nr. 9, þeir sem samþykkt geta lið nr. 9 eru beðin að gefa merki. Hann samþykktur 11-0 og þá er það lið nr. 10, Móavelli 6, breyting á deiliskipulagi, orðið laust lið nr. 10. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið, þeir sem samþykkt geta lið nr. 10 eru beðin að gefa merki. Hann samþykktur 11-0 og þá er það síðasti liðurinn sem er lið nr. 12, Leirdalur 7-13, breyting á deiliskipulagi, orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið, þeir sem samþykkt geta lið nr. 12 eru beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 11-0 og þá gef ég orðið fundagerð að öðru leyti, ef einhver sem vil taka til máls undir fundagerðin að öðru leyti. Ríkharð Ísson, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, aðeins inn á bara 15. lið kemur að varðar Danskompani. Ég ætla bara að hrósa umhverfis- og skipulagsráði, embættismönnum líka, þar sem að þar erum við að vinna held ég bara mjög vel saman. Við erum með 5 fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og allir frá mismunandi flokkum og mér finnst frábært að þarna komu ábendingar það að mann hefði miklar áhyggjur af umferðaröryggi í kringum Danskompani. Þarna held ég að sé ykkur 400 foreldrar sem voru með hjartað í buxunum og menn tóku bara þetta mál föstum tökum og eru að leysa þetta núna í samstarfi við alla tengda aðila og foreldrarna líka. Og mér finnst það alveg bara, mér finnst það eiginlega bara mín skylda að rósa bæði samstarfsmönnum mínum í ráðinu annars vegar og embættismönnunum hins vegar. Og ég get ekki betur séð en að það mál sé á bara góðum stað og ég treysti embættismönnunum og formanni umhverfis- og skipulagsráðs til þess að klára það með sóma. Bara frábært mál, gott hjá þeim. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Það er engin annar sem kveður sér ljós undir þessum lið, þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. febrúar eru beðin að gefa merki. Og hún samþykkt 11-0 og þá er það liður nr. 3 sem er fundargerð íþrótt- og tónlistarráðs frá 9. febrúar, orðið laust. Díana Hilmarsdóttir, gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég ætla aðeins að stikla stóru í fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 9. febrúar og það er nr. 1 öryggismál í sundlaugum og íþróttamannvirkjum Reykjanesbæjar. Það mun án efa verða mjög mikil aðsókn þegar að ný aðstaða á rennibraut verður tekin í notkun í Vatnaveröld
Það var því ánægjulegt að sjá að forstöðumaður Hafsteinn Ingibergsson og aðrir starfsmenn séu vel undirbúnir og öryggisatriði séu til fyrirmyndar. Og svo liðu 2 íþróttir fyrir börn með sérþarfir. Fimleikadeild Keflavíkur fór af stað með fimleikatíma fyrir börn með sérþarfir í mars í fyrra og þau náðu þau að hafa 3 tíma áður en að COVID setti strik í reikninginn og allt fór í lás. Þau fóru svo aftur á stað núna á þessu ári og það eru 8 iðkendur skráðir á aldrinum 4 til 10 ára og verið er að vinna í beiðni þeirra styrk í samstarfi við íþrótta- og tómstundafulltrúa. Þetta er frábært framtak sem að væri gaman að bæta inn í samstarfssamninginn á milli Reykjanesbæjar og Keflavíkur og það er þörf á þessu og líka fyrir breiðari aldurshóp. Það er að ræða einstaklinga sem að þurfa á þessari þjónustu að halda en eins og kom fram þá er erfiðara fyrir þennan hóp að finna sig í hefðbundinni íþróttastarfsemi. Og mér langar bara að hrósa fimleikunum og Lindu Hlín, formanni deildarinnar, fyrir þetta frumkvæði og aðrar greinar hafa tekið fimleikan sér til fyrirmyndar og hafa ungmennafélögin UMFN og Keflavík sameina krafta sína og eru núna að fara að bjóða upp á námskeið í knattspyrnu og körfubolta fyrir börn með mismunandi stuðningsþarfir á aldrinum 6 til 13 ára og mér finnst það bara dásamlegt. Og svo liður 3, staða sjóða íþrótta og tómstundamála við lok árs 2020. Allir sjóðir eru nánast fullnýttir sem er gott. Nema hvatagreiðslurnar. Það voru 1751 barn af 3214 sem áttu rétt á þeim sem nýttu þær. Þetta er 54% nýting rúmlega og ég vona að það verði breyting á í ár og að enn fleiri komi til með að nýta sér þessar hvatagreiðslur. Mér langar aðeins að koma inn á hugmyndir stofnun raf íþróttadeildar innan UMFN sem er flott framtak sem væri gaman að sjá verða veruleika og ITR vísaði erindinu til fjárhagsáætlunar 2022. Arnar Már Halldórsson, hann hefur verið svona allt í öllu í undirbúningi hjá Keflavík og mér skilst að tölvurnar þar séu á kaupleigu og ég vil bara hvetja UMFN til að kynna sér þetta hjá Keflavík ef þeir eru ekki nú þegar búnir að því og hvernig þeir stóðu að hlutunum því það er óþarf að finna upp hjólið. Og ég sé alveg fyrir mér í framtíðinni húsnæði sem að gæti nýst bæði UMFN og Keflavík þar sem var hægt að sannmynda húsnæði og búnað. Og allir með átaki kynning á íþrótta, æskulís og tómstundastarfi hjá Reykjanesbæ. Það voru hátt í 30 frábær kynningamyndbönd sem voru frumsýnd 3. febrúar síðastliðinn og sem að sýna í raun og veru allt sem er í boði fyrir börn í sveitarfélaginu. Og vinnan við þessi myndbönd hófst í september í fyrra og þau eru hluti af viðamiklu samfélagsverkefni sem að heitir Allir með og markmið verkefnisins er að stuðla að jöfnum tækifærum barna til að tilheyra samfélaginu. Og ég hvet íbúa til að horfa á þessi frábæru myndbönd en þeim má finna á YouTube, við Reykjanesbæjar og á vefnum frístundir.is og þetta frábæra verkefni var styrkt af félagsmálaráðuneytinu. Og þá kemur að vefnum frístundir.is, þetta er nýr vefur og ég hvet fólk til þess að kíkja þarna inn og sjá hvað er í boði. Og þetta er vefur sem hefur að geyma upplýsingar frístundastarf fyrir alla aldurshópa, unga sem aldna sem er í boði hjá öllum sveitarfélögunum á Suðurnesjum. Og það er að skoða framboð eftir aldri og staðsetningu. Og á vefnum má einnig finna hugmyndir af skemmtilegum stöðum fyrir útivist og samveru. Og liður 7, Hafþór Birgisson tók yfirferð yfir árið 2020 og íþróttastjórarnir okkar Hámundur og Hjördís, þau eru orðnir lykil starfsmenn í tengingu á milli bæjarfélagsins og íþróttafélagana og létta mikið undir sjálfboðastarfi og mig langar að hrósa þeim fyrir frábær störf. Það var margt gott sem var gert á árinu 2020 og má þar nefna að loksins var hitaveita lögð í Vallarhús hjá UMFN við Afreksbraut. Það var hafist handa við bygginga og uppbyttum og upplýstum gervigrasvelli hjá Reykjanesvellinni sem stendur að því að vígja í maí á þessu ári. Ég veit að sonur minn er allavega mjög spenntur fyrir því. Keppnisvöllur var keyptur fyrir Jútadeild Njarðvíkur, útisvæði sundmiðstöðvarar, tekið í gegn 9 pottar og rennibraut og það er stefnt að vígslu þar núna í lok febrúar. Og svo er það samþætting skólastarfs við íþrótta- og tómstundastarf og frístundabíllinn mun fara af stað í haust. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig það kemur út. Takk fyrir. Anna Sigríður Jónasdóttir, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Já, eins og kom fram í máli Díönu Hilmarsdóttur sem fór vel yfir fundargerðina,
Þá langar mér rétt að nefna hérna sérstaklega mál nr. 2, íþróttir fyrir börn með sérþarfir, en fimleikadeild Keflavíkur hóf einmitt starfsemi í fyrra og mikil ána meðal foreldra í bænum á þessari viðbót inn í deildina. Og íþrótt- og tómstundafulltrúi okkar, Hafþór Birgisson, hann hafði hvatt aðra deildir til að taka fimleikadeild Keflavíkur sér til fyrirmyndar og það var virkilega gaman að sjá það á samfélagsmiðlum í dag þegar auglýsingin kom frá Keflavík og Njarðvík með samstarf boltaíþróttir og einmitt fyrir eldri börn, en fimleikadeildin hefur verið að bjóða upp á börn, fimleika fyrir börn með sérþarfir fyrir 4 til 11 ára, 4 til 8 ára og nú voru Keflavík og Njarðvík að bjóða aðeins eldri börnum og einnig hefur fimleikadeildin verið að skoða hvort hægt sé að bjóða upp á þetta fyrir eldri krakka, vonandi bara á þessu ári. Og svo var það mál númer 3. Ég var örlítið hissa á því hversu lág prósenta var, 54% að nýta sér hvatagreiðslurnar. En ég hef fulla trú á því að þær eru bæði búin að hækka upp í 40.000 og svo er miklu auðveldara fyrir alla foreldra að sækja þessa greiðslur. Þannig að ég er bara bjartsýn á að þessi prósent verði komin bara upp í 75% bara á miðju ári. Og mér langar bara að minna á það að þessar hvatagreiðslur, þær eru upp í 18 ára. Það er mikilvægt að vita það að nemendur í fjölbrautaskólanum eða bara nemendur sem eru 16 til 18 ára hafa líka rétt á þessu, hvort sem þeir eru í boltaíþróttum, öðrum íþróttum eða jafnvel bara í líkamsrækt. Bara hvet alla foreldra til að sækja hvatagreiðslurnar í ár. Svo langaði mig bara að hrósa einu í viðbót varðandi myndböndin sem eru frábær, virkilega velgerð og bara vonandi ná til sem flestra íþróttinnar. Þetta er ótrúlega mikið og fjölbreytt íþróttastarf í Reykjanesbæ. Og einnig þessi nýji vefur sem að mér finnst skipta miklu máli fyrir sveitarfélögin á Suðurnesjum vegna þess að við erum í samstarfi, þessi 4 sveitarfélög, Grindavík, Vogar, Reykjanesbær og Suðurnesjabær. Við erum líka í samstarfi í heilsueflandi samfélag og þá er verið að taka saman allar tómstundir og allar íþróttir sem er í boði í öllum þessu sveitarfélögum og við vitum það að það er verið að keyra börn á milli sveitarfélagana. Það er ekki öll þessi 4 sveitarfélög sem eru að bjóða upp á eins margar íþróttagreinar og í Reykjanesbæ. Þannig að við þurfum að nýta þennan vef og hvetja líka börn úr öðru sveitarfélögum til að koma í Reykjanesbæ eða bara börn héðan að stunda aðrar íþróttir í sveitarfélögum okkar í kring. Þannig verðum við sterkari saman á Suðurnesjum. Takk. Takk fyrir þetta. Það hafi ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð íþrótt og tónlistarráðs frá 9. febrúar beðið um gefamerki. Og hún er samþykkt 11.0 og þá er það númer 4 eða fundargerð velferðarráðs á 10. febrúar og þar hefur beðið um orðið Halldóra Fríða að gera svo vel. Forseti. Ég kem hér upp til að fara yfir nokkur atriði úr fundargerð velferðarráðs. En í fyrsta máli óskaði bæjarráð eftir umsögn tillögur velferðarvaktarinnar mótvægisaðgerðir vegna COVID-19 heimsfaraldursins. Hera Ósk Einarsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs, tók saman greinargerð fyrir velferðarráð og þökkum við henni sérstaklega fyrir það. Velferðarráð tekur undir tillögur velferðarvaktarinnar og telur mikilvægt að hafa þær áherslur sem þar koma fram að leiðarljósi í starfsemi sveitarfélagsins. Það er gleðilegt frá því að segja að við höfum þegar gripið til ýmissa mótvægisaðgerða en þær eru samhljóða 7 af 14 tillögum velferðarvaktarinnar en auk þess eru 5 aðgerðir í undirbúningi eða vinnslu. Þar má helst nefna fyrstu tillögu þar sem kemur fram að bæði ríki og sveitarfélög eigi að vinna stefnumótun og aðgerðaáætlun gegn fátækt efnalítilla barnafjölskyldna til afleiðinga faraldursins verði sem minnstar á börn og ungmenni. Í ljósi stefnu Reykjanesbæjar og þeirra vinnu sem framundan er á velferðarsviði við greiningu og stigskiptingu þjónustu til farsælda fyrir börn
leggur velferðarráð til að farið verði í vinnu við aðgerðir gegn sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra og að unni verði að aðgerðaáætlun í framhaldinu. En í tillögu 2 tekur velferðarráð einnig undir að mikilvægt að hefja endurskoðun á lögum númer 40 frá 1991 hvað varðar fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og endurskoðun lagana með tilliti til skilgreininga sveitarfélagana á grunnfjárhæðum til framfærslu myndi einnig styðja við samvinnu stafræna þróun sveitarfélagana sem vinna nú að því að koma fjárhagsaðstoð í stafrænt form undir verkefnastjórn breytingastjóra stafræna þróunar sem starfa hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og með stafrænu ráði sveitarfélagana. Í tillögu 5 lögð áhersla á að bæta í aðgengi fólks að upplýsingagjöf réttindi þeirra í velferðarþjónustu og nú þegar farið af stað verkefni í Reykjanesbæ sem kallast sterk framlína í krafti fjölbreytileikans sem önnur aðgerðaáætlunar eflingu þjónustu ríkisins og Suðurnesjum, svo kallari Suðurnesjaskýrslu. En verkefninu einmitt ætlað að bæta og efla þjónustu við íbúa Reykjanesbæjar og það sérstök áhersla á íbúa af erlendum uppruna. Í tillögu 12 lagt til að biðlistum eftir þjónustu fyrir börn, svo sem hjá barna- og unglingageðdeild Landspítala, hjá greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, þroska- og hegðunarstöð, hjá talmeinafræðingum og bið eftir geðrænni þjónustu hjá heilsugæslu verði útrýmt og tekur velferðarráð undir þessa tillögu og við segjum að það mjög mikilvæg þáttur í snemmtækum stuðningi við börn og barnafjölskyldur að þjónusta sé tiltæk þegar hennar þörf. Nú HLH ráðgjöf að safna saman upplýsingum flöskuhálsa í þjónustukerfi ríkis og sveitarfélaga fyrir heilbrigðis-, félags- og barnamálaráðuneytin sem ætti að draga fram stöðu þessara mála. En mikilvægt að næstu skref séu tekin þegar nánar upplýsingar liggja fyrir og hægt verða að meta hvar flöskuhálsarnir eru stærstir og þörfin mest. Að endingu undir þessu máli vil ég nefna tillögu 13 þar sem kemur fram að börn sem eiga foreldra með geðrænan vanda, fíknivanda eða langvinna líkamlega sjúkdóma fái aukinn stuðning við hæfi frá nærsamfélaginu með samvinnu skóla, heilsugæslu, þjónustumiðstöð og barnaverndar og að stuðningurinn komi meira heim. En velferðarráð telur mikilvægt að vinna þverfaglegum stuðningsúrræðum fyrir þennan hóp barna enda hafa rannsóknir sýnt að alvarlega geðraskanir foreldra, þunglyndi eða geðrofssjúkdómar geta haft neikvæð áhrif á þróun sjálfsmyndar og geðheilsu barnanna. Við slíkar uppeldisaðstæður mikilvægt að bjóða stuðning fagfólks og styðja við börnin og styrkja foreldra í uppeldishlutverkinu. Þá langar mig aðeins að ræða mál númer 2 sem snýr að stjórnsýsluúttekt á sviðinu en þar voru tillögur til úrbóta lagðar fram í nokkrum liðum með það að markmiði að gera gott starf enn betra en tillögurnar snúa til dæmis að því að auka skilvirkni í starfseminni, að stytta bið og minnka kostnað, auka yfirsýn varðandi umfang og framvindu, að sjálfvirkni væða umsóknir með rafrænni afgreiðslu, stefnumörkun í ákveðnum málaflokkum, bæta áætlanagerð, bjóða upp á stjórnendaþjálfun og vinnu með liðsheild. Við erum ánægð með þessar úrbótatillögur og hlökkum til að fylgjast með framhaldinu. Sviðsstjóri velferðarsviðs kynnti einnig drög að verkefnasamningi við RR-ráðgjöf sem bæjarráð hefur nú þegar samþykkt og bæjarfulltrúi Díana minntist á hér áðan. En RR-ráðgjöf hefur sett fram tímaramma og áætlað að verkefnislok verði í maí. En þetta tvennt mun haldast í hendur og við bindum vonir við að útkoman verði jákvæð bæði fyrir íbúa og starfsfólk. Í 5. máli tekin fyrir fundargerð samtakahópsins og eins og áður fagna ég því hve öflugur samtakahópurinn hefur verið í að vinna að forvarnamálum í sveitarfélaginu okkar og það afar áhugavert að sjá öll þau verkefni sem eru í gangi og við sjáum í þessari fundargerð til dæmis umfjöllun verkefnið Allir með sem að springa út og vekur mikla athygli. Innleiðing á barnvænu sveitarfélagi farin af stað og lífslaupið sem í gangi hérna núna á landinu með nýjum vinkil þar sem hægt að vinna til verðlauna, veglegra verðlauna hér í sveitarfélaginu. En mig langar einnig að nefna styrkin til tekjulágra foreldra sem bæjarfulltrúi Díana minntist einnig á hér áðan en íþrótt- og tómstundaráð Reykjanesbæjar hefur skorað á íbúa sveitarfélagsins
til að kanna rétt sinn til styrksins en hann hefur verið auglýstur víða, til dæmis á heimasíðu Reykjanesbæjar, á samfélagsmiðlum og upplýsingar hafa verið sendar foreldrum í gegnum skóla, íþrótt og tómstundastarf, en eins og kom hér fram áðan þá eru margir sem falla undir þau viðmið sem sett eru sem hafa ekki sótt þessar 45.000 krónur. Og við vonum svo sannarlega að þeir sem eiga rétt á styrknum sæki hann áður en umsóknarfresturinn er liðinn. Takk fyrir. Guðni Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Takk fyrir fína yfirferð Halldóra Fríða yfir málefni velferðarráðs. Þetta er mjög gott ráð og gagnlegt og allt og ekki drætt á þessum fundum. En það er eitt sem að ég var svolítið hugsi yfir og fagna þessum tillögum frá velferðarvaktarinnar og líka bara hversu frjótt og öflugt starfsfólki okkar að komast á móts við þetta, að finna lausnir og að fá þessar tillögur og það var fullt af þessu komið í farveg nú þegar, að sýni bara kraftin í fólkinu okkar. En það sem ég er búin að aðeins vera hugleiða eftir fundin okkar er aðalega liðir 11 til 13, eins og Halldóra Fríða fór yfir áðan, að ég má með leyfi forseta lesa aðeins upp úr fundagerðinni. Þar segir í lið 11, unnið verið markvíst að því að draga úr brotthvarfi úr námi með auknu aðgengi að skólaheilsugæslu, geðheilbrigðisþjónustu og félagsráðgjöf. Í lið 12 kemur fram biðlistum eftir þjónustu fyrir börn eins og hjá BUGL, greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins, þroska og hegðunarstöð, talmeinafræðingum og bið eftir geðrænni þjónustu hjá heilsugæslu verði útrýmt. Svo loks í lið 13, þar sem er fjallað börn með foreldra með geðræna vanda, fíknivanda eða langvinna líkamssjúkdóma, að þessi börn fá aukinn stuðning við hæfi frá nærsamfélaginu með samvinnu skóla, heilsugæslu, þjónustumiðstöð og barnaverndar, auk þess að stuðningurinn komi meira heim. Þannig að ég velti fyrir mér í ljósi sérstaklega þessara 3 þátta er ábyrgðandi bið eftir tímum og þjónustu. Og þarna er lagt fram mjög metnaðarfullt plan að stytta biðtíma eftir tímum hjá BUGL, eftir heilsugæslu, eftir geðþjónustu, líkt og kom fram. En ég velti fyrir mér, nú sáu þið eflaust öll mjög metnaðarfulla auglýsingu í fréttablaðinu frá velferðarþjónustu Reykjanesbæjar, þar sem við auglýstum eftir 7 sérfræðingum og verður mjög áhugavert að sjá hverjir sækjum og fara að vinna hjá okkur. En við þurfum fleiri, við þurfum meira. Og við þurfum aðganga meira starfsfólki til aðstoða okkur og það er mikilvægt að við fjárhagsáætlun næsta árs, nú veit ég það bara febrúar, en það er alltaf gott að vera tímalega, að við þurfum að setja púður í að fjölga starfsfólki í takt við verkefnin okkar sem eru fjöldamörg og í takt við stóra bæjarfélagi okkar. Einnig velti ég fyrir mér, út af því að við sjáum vandamál, hvernig eigum við að leysa þau, þannig að ég fór að velta því fyrir mér, kannski bara kasta ég út hér, ég er svo sem ætlast ekki til að fá eitthvað svör hér, en ég fór að velta fyrir mér hvort Reykjanesbær sem 4. stærsta sveitarfélagi ætti ekki að leggjast í einhverja hugmyndavinnu eða gæðavinnu, framtíðarsýn til að kanna hvort það væri ekki góð hugmynd að hvetja og eða styrkja þá íbúa Reykjanesbæjar sem hafa hug á því að hefja nám í sálfræði, hjúkrunarfræði, talmeinafræði og félagsráðgjöf til dæmis. Getum við sem sveitarfélög sem upplifum skort á þessum sérfræðingum, langa bið, styrt fólkið okkar til náms, boðið upp á nám eða búið þeim betri aðstæður til að virkja þau til náms. Er þetta eitthvað sem við getum gert? Við höfum gert þetta áður og búum yfir reynslu yfir fjarkennslu til dæmis hjúkrunarfræði frá Háskólanum á Akureyri sem skilaði heldur betur aukna fjölda hjúkrunarfræðinga til starfa í bæjarfélaginu okkar. Þetta er svo sem kannski ekki vettvangurinn til þess að samræða, en ég held að það sé mikilvægt að við bara köstum þessu fram og förum yfir þetta hvort það er eitthvað sem við getum gert
og þá skilist fólk til starfa hjá okkur eftir námið. Þannig að við höldum á þessu fólki út, því það er barist þessa sérfræðinga, við vitum það, við höfum séð það. Þannig að, já, pæling, útrýmum þessum biðlistum, tillögurnar eru til og þær eru mjög metnaðarfullar, en við þurfum líka að hugsa okkur vantar sérfræðingarna til að vinna sér verk. Þannig að er eitthvað sem við getum gert, þá ættum við að gera það, finnst mér persónulega. Ég var ein af þeim sem tók þetta nám í fjarkennslu frá HA og skilaði mér í 12 ára starf hér í samfélaginu okkar. Veit ekki hvort ég hef flutt til Reykjavíkur, hefði ég farið í Háskóla Íslands, ég veit það ekki. En þetta, við græddum á þessu samfélag. Við höfum menntastofnanirnar hér, líkt og Keili og MSS. Við höfum reynslu, við höfum næg verkefni, við höfum fullt af fólki. Við erum með fólk á atvinnuleysisskrá sem hefur kannski huga á að fjárfesta tímanum sínum í þetta verkefni ef við getum aðstoða. Þannig að ég ætla að kasta þessu risasprengju út í kosmosi, þannig að bara þetta er allavega hugmynd. En við þurfum að vinna þessu verkefni saman og það veitir ekki af. Takk fyrir, Anna Sigríður Jónasdóttir. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, takk fyrir yfirferðina, Halldór og Fríða, og Guðný Birna kom svona eiginlega inn á punkt sem að ég ætlaði að fara beint, en ég ætlaði að fara að tala 13. punktinn, en hún tók saman mjög 11., 12. og 13. Guðný Birna, og mér finnst þetta bara mjög gott hjá henni varðandi að þegar í rauninni fundagerð eftir fundagerð í velferðarráði sem að við lesum mánuð eftir mánuð snýr mikið að börnum, vanræksla börnum, heimilisofbeldi og fleira sem við höfum oft rætt hér á þessum fundum sem hefur því miður. Það er ekki að draga úr þessu og þetta er bein lína í þessa punkta sem að Guðný Birna ræddi áðan og þetta bara var góð hugmynd hjá henni varðandi það að sveitarfélagi geti mögulega verið að aðstoða og efla fólk sem eru áhuga að læra jafnvel bara eins og hún saði eitthvað í fjarnámi sem tengist heilbrigðissviði eða einhverju sem hún nefndi áðan, en það er nefnilega, þetta er mjög góð hugmynd og við sjáum líka, ég meina við þekkjum bæjarbúa sem eru jafnvel að læra talmeinafræði og það er eitthvað sem að við kannski getum ekki alveg stjórnað, það er einhverja reglur og lög í landinu varðandi það þegar þú ert orðinn útskrifaður talmeinafræðingur, þá er einhver óskiljanleg lög varðandi það þegar þú ferð að starfa sem ég get ekki útskýrt og hef ekki þekkingu á, en ég veit að það er ekki að vinna með okkur. Að vitandi af því að það séu bara gott fólk í bænum sem er að fara að útskrifast með þessa menntun og við getum ekki bara gripið þau inn og markmiðið er að útrýma þessum biðlistum, þá þurfum við að sjálfsögðu að fá þessa sérfræðinga. En við þurfum líka að hugsa, eins og hún nefndi Guðný Birna varðandi auglýsingar, þegar við erum auglýsandi fólki, við viljum fá meira fólk til að starfa á velferðarsviði, okkur vantar fólk. Við þurfum líka að vera dálítið nútímaleg og hugsa, ef við fáum ekki þetta fólk til starfa strax, getum við gert eitthvað annað. Er möguleiki að kaupa þessa þjónustu, eru sálfræðingar að bjóða upp á sálfræðitíma í gegnum netið, eru talmeinafræðingar kannski líka að gera það, eða geðlæknar eða ég held að séu engi geðlæknar starfandi HSS. En þetta er klárlega mjög stórt mál sem við þurfum að taka föstum tökum. Ég myndi vilja sjá að við værum að taka þetta jafn föstum tökum eins og allar aðgerðir sem að snúa COVID. Þetta er bara stórt mál, þetta er ekkert að forvarnir. Við þurfum að setja kraft í forvarnir á allan hátt. Og eins og 13. liður börn sem eiga foreldrar með geðræna vanda, fíknivanda eða langvinna líkamlega sjúkdóma fá aukinn stuðning frá nærsamfélaginu. Og það þarf meira heldur en velferðarráð til að redda þessu. Það er bara mikinn kraft í að snúa sem snýr að þessum þáttum og það er í rauninni þannig að þetta einhvern veginn allar þessar aðgerðir sem snúa eins og ég segi bara COVID-aðgerðir. Við vitum það öll, við erum öll búin að lesa þessar fundagerðir. Þetta kemur illa fyrir börnin. Þetta bitnar mikið á börnum og við þurfum ekki annað en að lesa bara greinar eftir börnin sjálf. Að nú þurfum við bara að á þessu nýja ári snúa bara krafti beint í forvarnir sem snúa að börnum. Takk.
Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri hvatt sér hljós undir fundargerð velferðarráðs. Forseti vill gera tillögu sinni að við vísum fyrsta máli til bæjarráðs, þar sem talsverðar skuldbindingar að ræða í því máli og vil bera það upp undir fundina hvort að þið samþykkið ekki þá tillögu. Þeir sem geta samþykkt þá tillögu eru beðin að gefa merki. Takk fyrir þetta, en þeir sem samþykkt geta fundargerðina að öðru leyti eru beðin að gefa merki. Takk fyrir það og þá er komið að lið nr. 5 sem er fundargerð lýðheilsuráðs frá 1. febrúar orðalaust. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég kem undir fundargerð lýðheilsuráðs en fyrsta mál á dagskrá var framfaravogin. Og ég hef áður talað hana hérna á öðrum fundum. Ég ætla bara svona rétt að nefna að það fór mikill tími í að ræða framfaravogina og þetta er stór könnun eða rannsókn sem að við erum að taka þátt í sem að sýnir margvíslega þætti sem snúa að samfélaginu okkar ásamt 2 öðrum sveitarfélögum, Kópavog og Árborg. Og lýðheilsufulltrúin Guðrún Magnúsdóttir, hún er verkefnisstjóri yfir framfaravoginni og margir þættir sem snúa að öðrum sviðum í framfaravogin heldur en lýðheilsusviði. Hún er búin að funda með sviðsstjórunum og fara yfir alla þætti í framfaravoginni. Það er þannig að margir af þessum þáttum í framfaravoginni eru teknir úr öðrum rannsóknum eins og til dæmis lýðheilsuvísum frá embætti landlæknis, rannsóknir og greining, fullt allskins rannsóknir sem snúa bara að mörgum þáttum, ekki bara lýðheilsuvísum heldur einnig menntun, grunnmenntun, umhverfismálum og fleiru. Og ég hef sagt áður að við verðum alltaf að skoða það þegar við kaupum svona rannsóknir að tilgangurinn með þeim er til þess að nýta niðurstöðunar. Ég hef sagt þetta áður og það er óþarfi að vera að kaupa rannsóknir ef við ætlum ekki að vinna með niðurstöðunar. En það er líka gott að skoða samfélagi heild og skoða þætti hvar við erum að gera rosalega vel. Það er gott að sjá það í framfaravoginni. Þetta eru litakóðar og við sjáum greinilega á litunum, appelsínugulur og blár, hvar við viljum vera og hvaða þætti við ætlum að bæta okkur í. Þannig að við í ráðinu ræddum þetta mikið fram og tilbaka og við ákveðum að formaður lýðheilsuráðs og lýðheilsufulltrúi myndu vinna þetta áfram í samstarfi við bæjarstjórann. Þannig að þetta verður áfram á dagskrá hjá okkur og við munum klárlega skoða alla þætti sem við ætlum að bæta á þessu ári. En varðandi mál 2, aðgerðaáætlun lýðheilsustefnu Reykjanesbæjar. Kjörnir fulltrúar í lýðheilsuráði er að vinna aðgerðaáætlunina og munu hittast núna nokkru sinnum á milli funda og klárana og ég vona svo sannarlega að við getum birt hana á næsta fundi. Það var búið að kalla eftir að lýðheilsustefnan var birt hvar aðgerðaáætlun væri og hún tekur aðeins lengri tíma og aðal áherslan í ár er á geðheilbrigði. Þriðja mál var lýðheilsusjóður. Ég fagna því að Guðrún Magnúsdóttir, lýðheilsufulltrúi okkar, hún sótt styrk sem að snýr að foreldrum barna í íþróttum sem eru atvinnulaus. Og við höfum fengið þetta flotta fyrirtæki Kvan sem er að halda utan um verkefnið Allir með og þau munu sjá námskeið sem er afar brýnt að sinna í þessum málflokki og það verður aðal áherslan á að styrkja foreldra sem leiðtoga barna sinna í rauninni í anda Allir með verkefnisins. Virkilega gott að fá þessa styrki. Og svo eitt mál í viðbót sem langar að nefna, það eru heilsustígar. Við höfum unnið náttúrulega mikið að heilsustígum í Reykjanesbæ en það er búin að vera mikil umræða stíga á milli sveitafélaga. Og við sáum það í sumar að Garður og Sandgerði kláraði stíg á milli sín sem var held ég 5 kilometrar eða 10. 5. Já, þeir voru 5 og
margir í Reykjanesbæ hafa verið að ýta í okkur og spurja ætlum við ekki að hafa stíg frá Reykjanesbæ inn í garð, fram með golfvellinum. Og lýðheilsufulltrúinn er búin að vera að vinna þetta með sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs, Guðlaugi, og skoða hvort að Suðurnesjabær og Reykjanesbær geti mögulega í sameiningu gert heilsustíg, hjólreiða og göngustíg, ekki fyrir hesta. Og ég hugsa að margir íbúar sem að eru að stunda bara íþróttir og útivist yrðu mjög ánægðir með það, en af sjálfsögðu þá mun vegagerðin þurfa að koma inn í á móti og við erum einnig að skoða, þetta er ekkert frágengið, við erum bara að velta fyrir okkur og fá kostnaðarmeta þessa stíga og einnig erum við að skoða frá Reykjanesbæ inn í Grindavík og vonandi bara með tímanum þá verður bara komnir stígar öll sveitarfélögin á Suðurnesjum, þannig að við náum bara að fara hérna hjólandi með tjaldið á bakinu og þetta mun auka gæði svæðisins fyrir ferðamenn. Takk. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú bara taka undir orð bæjarfulltrúans heilsustíga og láta vita því að nú hefur þetta verið kynnt fyrir ráðherra samgöngumála og tregðu vegagerðarinnar og vonandi skilar það einhverju til okkar þannig að við fáum auki fjármagn til þess að klára þetta mál. Þannig að það væri virkilega æskilegt ef það tækist. Takk fyrir það. Það hafa ekki fleiri kvart sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkja þetta lið nr. 5 eru beðin með gefamerki. Hann er samþykktur 11.0 og þá er það liðið nr. 6 sem er fundargerð fræðslurás frá 12. febrúar orðið laust. Annars er þér gerð svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég kem undir fundargerð fræðslurás. Ég ætla að fara hérna í mál nr. 2, samræmd könnunarpróf, aðgerðir Reykjanesbæjar. Helgi Arnarsson, sviðsstjóri fræðslusviðs, fór yfir áherslur og verkefni sem miða að því að ná fram bættum námsárangri allra nemenda í grunnskólum Reykjanesbæjar. Stöðugt er unnið að því að bæta námsárangur allra nemenda í grunnskólum Reykjanesbæjar ásamt því að stuðla að góðri líðan þeirra. 5 umfangsmikil umbótaverkefni eru nú hafin eða í undirbúningi sem hafa þann tilgang að bæta námsárangur nemenda. Mér langar að byrja á því að þakka ráðinu fyrir að bregðast svona skjótt við minni tillögu í janúar á fræðsluráðsfundi þar sem ég var varamaður á þeim fundi og ég lagði fram tillögu úrbætur til að bæta námsárangur nemenda og ég var virkilega ánægð að sjá að þessi 5 verkefni sem eiga að bæta námsárangur nemenda var farið yfir strax á fundi núna í febrúar og mér langar aðeins að fara rétt svona stikla, ég ætla ekki að lesa allan textan fyrir hvert og eitt verkefni, heldur ég ætla svona aðeins að fara í verkefnin en eins og ég sagði, 5 umfangsmikil umbótaverkefni. Fyrsta verkefnið, nýsköpunar- og þróunarsjóður, þetta eru áhersluþættir fyrir skólaárið 2020-2021. Það er heilbrigði og velferð, læsi allra mál og gæðamenntun fyrir alla. Þetta er virkilega gott verkefni og ég ætla aðeins að nefna hérna eins og læsi allra mál, markviss vinna með tungumáli til að efla læsi, lesskilning, tjáningu, orðaforða og ritun í því skyni að auka ánægju á lestri. Það má til að mynda að gera með snemmbærum stuðningi, fjölbreyttum kennsluaðferðum, áhugahvetjandi verkefnum og með því að glæða ævintýraheim bókanna auknu lífi. Þetta eru mörg góð verkefni. Númer 2 var verkefni samstarfsverkefni fræðslusviðs Grunnskóla Reykjanesbæjar og Menntamálastofnunar. Þetta verkefni snýr algjörlega að kennurum. Þetta er læsi sérfræðingar Menntamálastofnunar í samstarfi kennsluráðgjafa fræðslusviðs bjóð upp á 4 fræðsluerindi fyrir kennar og skólastjórnendur í Reykjanesbæ. Kennarar vinna verkefni á milli fræðsluerinda til þess að festa enn betur í sessi markvissa vinnu í læsismálum í grunnskólum Reykjanesbæjar. Og verkefni miðar að því að styðja við kennara og starf þeirra
með því að styrkja stuðningsnetið innan skólana sem hjálpar kennurum að halda utan nemendahópana. Ég ætla að nefna markmið verkefnisins, það er að aðstoða skóla við að festa í sessi vinnulag og verkferla við greiningu á niðurstöðum og matstækjum lesferils sem leiða til árangursríkari læsiskennslu og aukina lestrarfærni grunnskólanema. Kennarar þurfa að þekkja fjölbreyttar aðferðir og bjargir til að eflast og vaxa í hlutverki sínu sem kennari. Það er gert með því að tryggja skipulag þar sem aðgerðir eru samræmdar og úrræði í samræmi við eðli vandans. Mér finnst þetta virkilega gott þegar það er verið að skoða verkefni sem snúa að nemendum að styrkja kennarana. Það er mjög mikilvægt og við vitum það að kennurum í Reykjanesbæ er alltaf boðið upp á endurmenntun í ágúst og það er gott að sjá að hérna er verið að vinna með Menntamálastofnun. Svo var það þriðja, það var umsókn í sprotasjóð þróunarverkefni. Þetta verkefni á eftir að vera líklega eitt af skemmtilegasta fyrir nemendur. Þetta heitir Varúð skólabörn og er unnið í samstarfi við Ævar Þór Benediktsson, Grunnskólann Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ, Bókasafn Reykjanesbæjar og Fjörheima. Verkefnið er hugsað fyrir nemendur á mið- og unglingastigi og drengir eru í forgrunni en að sjálfsögðu mun verkefni nýtast og skila árangri til alls skólasamfélagsins. Það er gaman að sjá hversu fjölbreytt verkefnin eru. Fjórða var stöðumat en það er stöðumat fyrir nemendur af erlendum uppruna og er ætlað nemendum sem eru nýkomni til Íslands og í íslensk skólakerfi. Fimmta verkefni hétt Milli mála og það er milli mála prófið eða staðlapróf sem er lagt fyrir tvítyngda nemendur sem hafa verið í íslensku málumhverfi í 2 ár eða lengur til að meta þeirra stöðu í námsorðaforða á íslensku. Þarna þessi 2 síðustu sem ég nefndi snúa að nemendum af erlendum uppruna en í Reykjanesbæ eru kringum 26% nemenda af erlendum uppruna. Ég var gríðarlega ánægð að sjá sér verkefni en ég ætla kannski að nefna að auðvitað er hægt að segja að það gætu verið 10 verkefni eða 7 eða eitthvað annað. En við skulum hafa það alveg í huga að mikil umræða er búin að vera í samfélaginu stöðu drengja í menntakerfinu. Hérna er flott verkefni sem er verið að snýra dálítið að drengjum en stendur samt fyrir því að það nýtist öllum sem var í samstarfi við rithöfundinn. En við megum ekki gleyma því að þrátt fyrir það að við séum að huga að einhverjum verkefni snúa því að bæta námsárangur barna, þá er fullt af börnum, fullt af nemendur í Reykjanesbæ sem gengur mjög vel í skóla. Og við þurfum líka að passa upp á það að þeir nemendur, þeir fá ekki þennan skóla leiða. Að námið fyrir þau verður hreinlega of létt. Það þurfa að vera verkefni fyrir börn, alls konar. Það þurfa að vera verkefni fyrir krakka sem eru, þá er ekki að tala endilega bara bráðgerbörn. Ég er að tala fullt af krökkum sem eru að fá flott námsmat, eru bara með B+ í mörgum greinum, sterkir nemendur. Það þarf að passa að þessi krakkar fá ekki þennan skólaleiða. Þau þurfa að fá rétt verkefni við hæfi. Alveg eins og við höfum rétt verkefni við hæfi barna sem eru tvítyngd. Mér langar að nefna eitt í viðbót. Ég hefði kannski viljað sjá eitthvað í verkefnunum og ég veit það er náttúrulega sjálfsögðu hver og eitt skólastjóri er alltaf að stuðla að þessu okkur einasta degi. Það er samstarf heimil og skóla. Ég er bara að vona svo sannarlega að allir skólastjórar og náttúrulega fræðslusvið séu líka að efla verkefni sem snúa að bættu samstarf heimil og skóla því að án þess samstarf náum við ekki góðum námsárangri. Takk. Guðni Birna, gerðu svo vel. Kæri forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Já, mér langar að koma hérna undir lið 2 samræmt könnunarpróf aðgerðir Reykjanesbæjar og við áttum hérna allverulega gott spjall á bæjarstjórnarfundi, ég man nú ekki alveg hvenær, það nú ekki langt síðan. Og ég ákvað að sitja og hlusta. Ég tjáði þeim ekki undir þessum lið, ég var bara að hugsa og hlusta og heyra hvað hinnir hefði að segja út af því að það eru mjög skipta skoðanir þessi mál eins og við öll veitum. Þannig að eftir fundinn þá fer ég heim og ég á dóttir í 9. bekk og ég spyr hana bara, hvað segirðu, hvað er að frétta með samræmduprófin? Út af því að ég var í skóla fyrir allmörgum árum síðan, ég var í hraðferð, hefur alltaf átt auðvelt með að læra, þannig að ég vildi bara fá annað viðhorf og nútímalegt viðhorf, þótt ég sé nú ekki orðin það gömul. En við áttum gott spjall þetta og hún hafði heldur betur mikið málið að segja.
Hún sagði, stundum erum við ekki einu sinni búin að klára skilningin á því sem við erum að fara að taka prófi. Það er að segja, þau eru ekki komin á réttan stað í námsefninu þegar kemur á prófinu. Krakkar upp til hópa eru stressaðir og skrópa jafnvel til að sleppa þessu prófi, sem að einhverju segja að skipti engu máli, þótt þetta skipti máli. Öll prófin eru sett saman í sömu vikunni, sem er náttúrulega pínu gali. Við erum ekki þannig í háskólanámi. Man ekki hvernig þetta er í fjölbraut, erum við öll í sama lokaprófin í sömu vikunni. Það fara engin andrýmd á milli til að slaka á, til að sofa góða nótt eða til að lesa fyrir næsta próf. Það er verið að pressa okkur með þessum prófum í marga mánuði á undan. Þannig að þetta er að ala upp í þessum krökkum stress. Það er augljóst. Mér fannst þetta ekki tiltökumál á sínu tíma þegar ég tók þetta á síðustu öld, sem maður segir. En við erum öll misjöfn og mér finnst formið við samræmdu prófin ekki rétt. Það er mín persónulega skoðun. Mér finnst þetta leiða í krakkan okkar of mikið stress og álag og mér finnst við ekki vera að fá það sem við erum að búast við út úr þeim. Og ég held að sé stóran hlut út af því að þau eru kvíðin að taka þetta. Þau eru ekki undirbúin því þetta er of mikið í einu, þau eru jafnvel ekki komin á námsefnið og eru bara ekki tilbúin. Og nú ætla ég ekki að alhafa yfir alla. En ég fagna því að sjá tillögurnar frá fræðslustjóranum okkar sem að ég veit ekki hvort hann hefur búið til á mánuði. Mér finnst það nú ólíklegt. Ég held að það hefur verið unnið að þessu yfir aðeins lengri tíma. En gott og vel, þetta eru frábærar áherslur og verkefni hjá fræðslusviði og það sem að er líka, það sem að sjá má í þessu sem að er svo áhugavert er að fyrsti flokkurinn heitir heilbrigði og velferð. Efla heilbrigði og vellíðan og miklu skiptir eiga samleið með öðrum. Þannig að eigum við ekki aðeins að hugsa þetta upp á nýtt og allavega ekki hafa þetta allt saman í einu, gefa þeim smá andrýmd, bjóða upp á stofur til aðstoða þá sem að þurfa. Ég var í sérstakri hraðferð, okkur gekk rosa vel í mínu bekk, ég hef ekki hugmyndum hvernig þeim gekk í hinu bekkjunum. Ég er ekkert viss um að þau að vera eins til í þetta og ég var, en þú veist, þetta var bara, þetta fylgir þessu, maður fer í þetta þegar maður á að gera það, en þetta er, miðað við samtal við ungling í dag, þá er þetta ekkert skemmtilegt. Þannig að ég styð það heilshugar þessar aðgerðir, þessar 5 aðgerðir sem bara líta mjög vel út og ég vil þakka fræðslustjórnum okkar kærlega fyrir út af því að hann er greinilega með þessu að hugsa þetta öðruvísi, að fara aðra leiðir, hvað getum við gert öðruvísi. Og það er svolítið sem að Reykjanesbær er þekktur fyrir, ekkert bara fræðslusviði. Þú veist, tökum þetta og hugsum þetta öðruvísi. Tölum við þessa krakka og getum við prófaði öðruvísi, eða sleppa því, eða gera eitthvað annað. Þú veist, þetta er alltaf gömul aðferð. Það er ekki komin tíma að skoða eitthvað nýtt. Takk. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvatsi hljóðs undir þessum lið og þeir sem samþykkt geta fundið ekki fræðslur ás frá 12. februar er beðin um að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0 og þá er komið að síðasta lið þessa fundar sem eru svöri spurningum vegna útlendings EHF sem lagðar voru fram hér á síðasta bæjarstjórnarfundi frá bæjarfulltrúa Miðflokksins og bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og ég ætla að gefa bæjarstjóra orðið. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, eins og hér kom fram að þá bárust spurningar, skriflegar spurningar frá bæjarfulltrúum Miðflokks og bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokks á síðasta fundi bæjarstjórnar og er mér bæði ljúft og skylt að svara þeim skriflega hér og eða okkur starfsmönnum til bestu getu og ég ætla að byrja hér á spurningum bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Fyrsta spurningin var, fór fram mat
á hvort umræddar upplýsingar séu þess eðlis að mikilvæga virka fjárhags- eða viðskiptahagsmuni þeirra lögaðila sem getið er í umræddum samningum sé að ræða og hversu miklu tjóni upplýsingarna gætu valdið viðkomandi lögaðila. Svar: Kaupandi óskaði eftir því við stjórn félagsins að innihald samningana yrði ekki gert opinbert. Stjórn hefur borist beiðni frá fjölmiðlum afhendingu kaupsamningsins og hefur hún hafnað þeim með vísan til þess að hér eru á ferðinni fjárhags- og viðskiptaupplýsingar lögaðila, samanber 9. grein upplýsingalaga nr. 140 frá 2012. Stjórn taldi með vísan til afdráttarlausrar afstöðu kaupanda að innihald samningana yrði ekki gert opinbert og í ljósi þess að hér er tvímælalaust að ræða upplýsingar sem varða fjárhags- og viðskiptahagsmuni lögaðila að stjórn gæti ekki einhliða aflétt trúnaði. Önnur spurning: Í gögnum sem liggja fyrir sést að auglýst var eftir rekstraraðila vegna Víkingaheima árið 2015 en meirihlutinn tjáði bæjarfulltrúum að fasteignin hefði einnig verið auglýst til sölu á sama tíma. Er möguleiki að fá að sjá þá auglýsingu? Svar: Eina og sömu auglýsinguna er að ræða sem birtist í Víkufréttum og í Fréttablaðinu þar sem óskað er eftir áhugasömum samstarfsaðilum rekstur Víkingaheima. Spurningin var viljandi höfð opin því á þessum tíma, þar að segja árið 2015, kom hvort tveggja til greina að leigja eða selja. Hvað einstakir bæjarfulltrúar kunna hafa sagt geta starfsmenn Reykjanesbæjar ekki svara fyrir. Svör við spurningum bæjarfulltrúa Miðflokksins. Hér segir fyrsta spurning: Ljóst er að samningur Reykjanesbæjar við leigutaka Víkingaheima frá 2015 kemur í veg fyrir opið söluferli. Er ekki hægt að auglýsa Víkingaheima til sölu og selja þá hæstbjóðanda? Hvers vegna gerði bæjarstjórn svo afleitan samning árið 2015? Svar: Auglýsingum samstarf var mjög opin og gat hvort heldur er falið í sér leigu eða möguleg kaup og kom því ekki í veg fyrir söluferli. Þá voru stjórnir einkahlutafélagana Útlendings EHF og Íslendings EHF sem gerðu þennan samning með vitund og samþykki bæjarstjórnar sem taldi hann betri en að treysta á áframhaldandi fjárstreymi úr bæjarsjóði. Annar kostur hefði verið óskað eftir gjaldþrotaskiptum. 2. Önnur spurning: Hvers vegna var kaupverði fyrirfram ákveðið í leigusamningi frá árinu 2015? Svar: Kaupverði var niðurstaða í samningaviðræðum milli leigusala og leigutaka. Upphæðin var ákveðin með hliðsjón af áhvílandi veðskuldum á fasteigninni og miðuð við að kaupverði myndi að minnstakosti duga til að greiða þær upp við sölu. Að öðrum kosti hefði ekki fengist leyfi hjá kröfuhöfum fyrir sölu á fasteigninni. 3. spurning: Kaupréttur leigutaka rann út áramótin 2020. Tengist það sölunni degi fyrir áramót? Svar: Viðræður kaupin hófust haustið 2019. Í fundargerð stjórnar Útlendings frá 27. september 2019 í dagskrárlið nr. 2 er rætt fyrirhuguð kaup leigutaka á húsnæði Víkingaheima. Þann 19. desember 2019 var tekið fyrir erindi frá leigutaka fyrirhuguð kaup á Víkingabraut 1. Í áframhaldandi samningaviðræðum var þeim möguleika velt upp að selja hlutafélögin sem halda utan skipið og fasteignina og áhvílandi skuldir. Í fundargerð frá 7. apríl 2020 kemur fram eftirfarandi bókun í bæjarráði: Reykjanesbær samþykkir að selja leigutaka 99,9% eignarhlut sinn í Íslendingi EHF. Takk. Ég endurtek. Reykjanesbær samþykkir að selja leigutaka 99,9% eignarhlut sinn í Íslendingi EHF að undangengnu boði til hins hluthafans að nýta forkaupsrétt sinn í hlutfalli við núverandi eign í félaginu.
Áður en til sölu kæmi er Reykjanesbær búinn að eftirgefa alla skuld Íslendings við bæinn, rúma 90 milljónir og tæpar 200 milljónir í útlendingi, eða sem nemur yfirfæranlegu tap í félaginu og kæmi þá ekki til greiðslu tekjuskatts í félaginu vegna eftirgjafarinnar. Eftir stæði 65 milljón króna skuld í félaginu við Reykjanesbæ sem búið var að breyti skuldabréf með öðrum veðrétti í Víkingabraut 1. Þess má geta að 30% af söluverði Víkingabrautar 1 samkvæmt leigusamningnum nemur svipaðri fjárhæð eða rúmum 63 milljónum króna. Minnihluta eigandi í Íslendingi EHF félst hvorki á að nýta forkaupsrétt kaup á öllum hlutum Íslendingi EHF í eigu Reykjanesbæjar né að selja hlut sinn í Íslendingi EHF til Reykjanesbæjar. Í fundargerð Íslendings EHF frá 7. ágúst 2020 er bókað að stjórn félagsins haldi áfram samningaviðræðum við leigutaka sem leiddi til þess að Íslendingur EHF gerði kaupsamning við Víkingaheima EHF sölu á öllu hlutafé í Útlendingi EHF sem var 100% í eigu Íslendings EHF og því dótturfélag. Kaupsamningu Víkingaheima EHF og kaupum allra hluta í Útlendingi EHF af Íslendingi EHF taka fyrir kaupunum. Svar: Reykjanesbær lánaði ekki fyrir kaupum Víkingaheima EHF á öllu hlutafé í Útlendingi EHF, enda var Reykjanesbær ekki beinn aðili að viðskiptunum, heldur var hlutafé Útlendings EHF í eigu Íslendings EHF selt Víkingaheimum EHF. Það skal ítrekað að hvergi er bókað í fundargerði bæjarráðs né í fjárhagsbókhaldi Reykjanesbæjar lán til Víkingaheima EHF, enda hefur slíkt lán aldrei verið veitt. 5. spurning. Hvers vegna fær almenningur ekki að vita kaupverðið? Svar: Stjórn félagsins hefur ekki upplýst kaupverðið þar sem kaupandi óskaði eftir trúnaði innihald samningsins í heild, þar með talið kaupverðið. Stjórn félagsins mun ekki taka einhliða ákvörðun að aflétta þeim trúnaði. Með því er verið að virða ósk viðsemjenda félagsins. 7. spurning. Hvers vegna lánaði Reykjanesbær kaupanda kaupverðið? Hver voru kjörin? Hér er vísað í sama svar og við spurningu 4. Reykjanesbær lánaði ekki fyrir kaupum Víkingaheima EHF á öllu hlutafé í Útlendingi EHF, enda var Reykjanesbær ekki beinn aðili að viðskiptunum, heldur var hlutafé Útlendings EHF í eigu Íslendings EHF sem seldi hlutafé Útlendings EHF til Víkingaheima EHF. Það skal ítrekað að hvergi bókaði fundargerði bæjarráðs né í fjárhagsbókhaldi Reykjanesbæjar lán til Víkingaheima EHF. 7. spurning. Var bærinn skyldugur til að lána leigutaka kaupverðið? Svar: Reykjanesbær var ekki aðili að viðskiptunum og því kemur þessi spurning ekki til álita. Reykjanesbær var hvorki aðili að leigusamningi né afnotasamningi sem gerðir voru árið 2015, heldur voru það samningar sem gerðir voru á milli Íslendings EHF og Víkingaheima EHF annars vegar og Útlendings EHF og Víkingaheima hins vegar. 8. spurning. Í samningi við leigutaka frá 2015 segir að leigutaki eigi að greiða kaupverðið. Það gerir hann ekki þar sem bærinn lánar honum fyrir kaupunum. Er Reykjanesbær ekki að veita leigutaka óeðlilega fyrirgreiðslu? Svar: Í leigusamningnum er vissulega kveðið á að kaupandi greiði ákveðið kaupverð en á fasteigninni hvíla skuldir með veðböndum sem við sölu á fasteigninni stakri yrði að gera upp við kröfuhafa. Eins og fram hefur komið þá lánaði Reykjanesbær ekki Víkingaheimum EHF fyrir kaupunum á félaginu og því ekki neina fyrirgreiðslu að ræða. 9. spurning. Hvers vegna var verðmætt land ekki undanskilið kauprétti árið 2015? Svar: Það er undanskilið. Landi fylgir ekki með í kaupunum. Lóðin var leigð Útlendingi EHF til 75 ára með leigusamningi dagsettum 27. nóvember 2007 sem gildir til 27. nóvember 2082. Hvað gerist að þeim tíma liðinu verður ákvörðun bæjaryfirvalda þess tíma. Ljóst er að not lóðarinnar miðast við núgildandi skipulag.
Skipulagi verður ekki breytt án aðkomu sveitarfélagsins sem skipulagsvalds. 10. spurning. Hvaða skilmálar fylgdu sölunni? Verður svipaður rekstur eða hyggst kaupandi breyta starfseminni? Í samningaviðræðum við kaupanda var lögð, þetta er svar hérna. Í samningaviðræðum við kaupanda var lögð rík áhersla á að í húsinu verði áfram rekið safn og að skipið sem húsið er sérstaklega hannað utanum fá að standa sem megin aðdráttarafl og sýningagripur safnsins. Þessu til viðbótar hefur kaupandi kynnt fyrirhugaðu uppbyggingu á svæðinu sem miðar að því að efla hlutverk safnsins í ferðaþjónustu og kynnt hefur verið bæjarfulltrúum. 11. spurning. Hver átti frumkvæðið að því að virkja kaupréttarákvæði leigusamningsins frá 2015 fáeinum dögum áður en það rann úr gildi? Var það leigutæki eða leigusalinn Reykjanesbær? Svar. Leigutæki setti sig í samband við stjórnir Íslendings ehf. og Útlendings ehf. haustið 2019 með óskum að hefja samtal virkjun kaupréttarins sem þróaðist svo í að félagið var selt. Öll skref í þessu ferli má finna í fundargerðum félagana sem kynntar voru í bæjarráði og samþykktar í bæjarstjórn. 12. spurning. Hvaða skuldir yfirtók kaupandi? Svar. Kaupandinn yfirtók ekki skuldir við kaup á hlutafélagi. Hins vegar er félagi sem hann keypti skuldsett yfir 200 milljónir króna. 13. spurning. Hvaða skuldir hefur bærinn afskrifað af eignarhaldsfélaginu Útlendingi sem hélt utan fasteignasafnsins fyrir árið 2015? Svar. Eins og framkom í gögnum sem lögð voru fram fyrir bæjarstjórnarfund 2. febrúar 2021 er þetta niðurstaðan. 1. Kröfu breytt í hlutafé árið 2011, Íslendingur 101.278.903, samtals á því ári 101.278.903. Árið 2015 var annars vegar afskrifuð krafa á Íslending upp á 30.334.642 og 92.041.724 eða samtals 122.376.366 og afskrifa á kröfur árið 2019 hjá Íslendingi upp á 74.567.253 og á útlending 179.927.763 eða samtals 254.495.016. Samtals gera þetta 478.150.285. Þessar tölur var farið yfir á síðasta fundi líka, síðasta fundi bæjarstjórnar. Fleira var það ekki, það er ekki fleiri spurningar og ekki fleiri svör. Þannig að forseti, ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir þetta bæjarstjóri, Margrét Sandís Geirsvæl. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Á síðasta bæjarstjórnarfundi lögðum við fram, eins og bæjarstjóri nefndi áðan, 2 spurningar varðaði sölu á Víkingaheimum og vil ég þakka fyrir svörin og við þessum spurningum okkar. Það voru sem sagt 2 spurningar sem við spurðum. 2 spurningar, önnur varðar það hvort að það hafi farið fram mat á því hvort umræddar upplýsingar séu þess eðlis að mikilvæga virka fjárhagslega hagsmuni þeirra lögaðila sem getur í umræddu samningum sé að ræða og hvaða tjón þessar upplýsingar hafi valdið sem á að koma fram í matinu. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa að virða það við mig, það sem ég segi núna, að það voru nokkri sem komu upp og lásu upp lögin síðast.
það er alveg rétt að það stendur í lögunum varðandi fjárhags- og viðskiptaupplýsingar lögaðila að það má halda þessu leyndu en það þurfa að vera virkileg rök og það þarf að fara þá fram mat á því ef að það á að halda þessum upplýsingum leyndum. Þannig að það þarf enginn að lesa upp lögin sem að ég átta mikið á og gott að einhverjir horfðu á bæjarstjórnarfundin aftur því að við erum ekki að tala um lögin og ekki að það sé óheimilt að halda þessum upplýsingum leyndum. Það þarf að fara fram mat á því hvort þessar upplýsingar séu þess eðlis og spurning okkar var, fór fram mat og svarið var ekki þannig að það kom fram hvort að það fór fram mat. Það er bara já eða nei, það fór fram mat, það fór ekki fram mat. Ef það fór fram mat, hver var niðurstaðan? Hver eru rökin fyrir að halda kaupverðinu leyndu? Hitt atriðið varðar auglýsingu á sölu Víkingaheima. Við heldum satt að segja að það hefði komið auglýsing í blöðunum varðandi sölu á eigninni og óskuðum eftir að sjá þá auglýsingu þar sem að herra Google svaraði okkur ekki og við höfðum akkurat enga upplýsingar þar. Í svari sem barst stendur að auglýsingin sem við lásum upp úr og vísum til væri svo sama og þar sem var verið að auglýsa eignina til sölu og svarið eins og bæjarstjóri las upp áðan að spurningin var og fyrirgefðu forseti og ég ætla að lesa hérna beint upp úr svarinu. Spurningin var viljandi höfð opin því að á þessum tíma kom hvort ekki til greina að leigja eða selja. Og þá skulum við vinda okkur að auglýsingunni og hefst á lesturinn. Reykjanesbær óskar eftir áhugasömum, fjársterkum samstarfsaðilum rekstur Víkingaheima í Reykjanesbæ. Getur einhver sagt mér hvað er opið þarna? Hvað er opið þarna að það sé verið að selja þetta? Ég skil ekki hvernig þessi auglýsing getur verið opin og ég ætla með leyfi forseta að lesa þetta aftur. Reykjanesbær ofta óskar eftir áhugasömum, fjársterkum samstarfsaðilum rekstur Víkingaheima í Reykjanesbæ. Þetta er sölu auglýsing árið 2015. Ég sé það ekki, því miður. Mig langar samt aðeins að nefna í þessu samhengi og mér finnst það mjög mikilvægt að Sjálfstæðisflokkurinn leggst ekki gegn sölu Víkingaheima og telur að þetta hafi verið hárrétt ákvörðun en það er allavega lágmark í fyrsta lagi að auglýsa þetta þá til sölu og í öðru lagi, ef að menn vilja halda kaupverðinu leyndu, að það fari þá allavega fram löglegt mat á því að þetta séu svo rosalegir hagsmunir að safnið sem er í rosalegum samkeppnisrekstri að það megi ekki upplýsa kaupverðið. En það er þá matið, það er þá niðurstaðan og við sættum okkur við það. En við bara spyrjum, fór fram mat. Sem sagt að í ljósi þessa sem ég hef sagt að þá viljum við sjálfstæðismenn í bæjarstjórn Reykjanesbæjar leggja fram spurningar og bóka þetta. Og hefst á lesturinn með leyfi forseta og bókunin hefur borist fundaritara. Sjálfstæðisflokkurinn lagði fram 2 spurningar varða sölu á Víkingaheimum á síðasta bæjarstjórnarfundi. Fyrri spurningin snera því hvort mat hefði verið gert á hagsmunum þess fyrirtækis eða lögaðila að því að upplýsingum kaupverð á Víkingaheimum sé haldið leyndum
andspænis þeim hagsmunum að upplýsingar séu aðgengilegar almenningi og þar með gerðar opinberar. Reykjanesbær ber fyrir sig í þessu sambandi 9. grein upplýsingalaga heimild á takmörkun á upplýsingarétti til almennings. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ ítrekar að ákvæðið 9. grein upplýsingalaga undanþiggur ekki almennt aðgang almennings að upplýsingum einkamálefni fyrirtækja þar sem reglan afmörkuð við fjárhags- og viðskiptahagsmuni þessara aðila. Það skýrt af greinargerð með frumvarpi því varða upplýsingalögum nr. 140/2012 og fjölda úrskurðarnefndar upplýsingamála að þetta mat þarf að fara fram og við það mat þarf að skoða hvort umræddar upplýsingar sem óskað aðgangs að varði svo mikilvæga hagsmuni að ætla megi að þær séu til þess fallnar að valda fyrirtækjum eða lögaðilum sem þær varða tjóni ef þær eru gerðar opinberar. Þessari fyrirspurn ekki svarað og því spyrjum við aftur. Fór fram mat á því hvort svo mikla fjárhags- og viðskiptahagsmuni sé að ræða að það réttlæti leynd á kaupverði. Seinni spurningin sneri að því hvort Víkingaheimar voru auglýstir til sölu árið 2015. Svo virðist ekki vera samkvæmt svari, heldur var einungis auglýst eftir rekstraraðilum. Við í Sjálfstæðisflokki bendum á að það grundvallarregla í íslenskri stjórnsýslu að gæta jafnræðis milli borgaranna og almennt við úthlutun opinberra gæða gerð sú krafa að stjórnvöld auglýsi, eignir og jarðir opinberlega þannig að þeir sem áhuga hafa fái sama tækifærið til að gera kauptilboð í fasteignir eða jarðir. Við spyrjum því hvort Reykjanesbær telji sig hafa heimild til að selja Víkingaheima án auglýsinga, án þess að virða jafnræðisreglu 11. grein stjórnsýslulaga. Og undir þetta rita Margrét Sanders Sjálfstæðisflokki, Anna Sigríður Jóhannesdóttir Sjálfstæðisflokki og Ríkharður Ibsen Sjálfstæðisflokki. Aftur. Sjálfstæðisflokkurinn var og fylgjandi sölu Víkingaheima og það einungis þessi 2 atriði sem að við gerum alvarlega athugasemd við og þykir miður að hafa ekki fengið svar við sérstaklega fyrra atriðinu og í seinni að það skuli koma fram að þetta hafi verið auglýst til sölu en svo var ekki. Annað sem við viljum nefna að bókun þessi gerð af okkur, hún lesin yfir ákveðnum aðilum en við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum eingöngu leitað til ýmissa lögfræðinga til þess að fara yfir þessar upplýsingar sem koma þarna fram og lagalega eru þær réttar þannig að upplestur á lögunum væntanlega óþarfi. Takk. Jón Einarsson, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það sýnir sitt hverjum í þessu. Það dálítið sérstakt að þessi umræða snýst hluti sem gerðust 2015 og það sem allir flokkar í bæjarstjórn samþykktu auglýsinguna. Allir flokkar samþykktu síðan í bæjarráði og síðan í bæjarstjórn samningin með kauprétti, þar með talið Sjálfstæðisflokkurinn. Og sumir þeirra eru ennþá í bæjarstjórn. Svo koma menn núna mörgum árum síðar og gagnrýna auglýsinguna. Líka annað merkilegt mál, eins og eini aðilinn í bæjarstjórn Reykjanesbæjar sem selt hefur eignir á auglýsinga
er Sjálfstæðisflokkurinn. Þegar hann var með meirihluta og seldi alla skólana í Reykjanesbæ, það var allt gert án auglýsinga. Íþróttahúsin okkar, safnahús og fleiri gólfskála og fleira. Sami flokkur kemur núna upp og gerir athugasemdir orðalagi í auglýsingu. Þetta er mjög sérstakt og mjög áhugavert að vita að þráttir að bæjarfulltrúar flokksins hafi haft möguleika á að ræða þetta mál í lengi og gátu stoppa þetta hvenær sem þeir vildu. Þeir þurftu aldrei að samþykkja eitt eða neitt. Síðast á haustmánuðum samþykkti sami flokkur þessa sölu. Ég er alveg komin í hring í þessu. Ég get sagt það fyrir mitt leyti að þegar að óska er trúnaðar, þá veitum við hann. Vegna þess, þegar einhverjum óska trúnaðar, þá veitum við hann, vegna þess að það er leið til að vísa málum til úrskurðarnefndar sem tekur þá hlutlaust mat á verkefnu. Ég veit alveg að bæjarfulltrúi Margrét Sanders vill ekki að ég fara að lesa upp úr lögunum hérna, hún er búin að marg segja það, en ég hef líka talað við lögfræðinga sem hafa sagt það að sá trúnaður gildir. Ef einhver óskar eftir trúnaði, eins og frægt mál var hérna fyrir ekki svo löngu síðan þegar Páll óskaði eftir trúnaði hvað hann tók fyrir það að syngja Ársveitir Reykjanesbæjar. Hann fékk þann trúnað. Sama á hlutafélag annað sem er í samkeppnisrekstri eins og safnið sem bæjarfulltrúi Margrét situr í stjórn hjá hefur neitað að veita upplýsingar bæjarfulltrúum. Þá er ég að tala HS Veitur. Það er áhugavert af hverju Margrét taki þá ekki upp málið við stjórn HS Veitna. Það hefur margkomið í ljós í okkar samskiptum við það ágæta fyrirtæki. Mér finnst það bara eðlilegt að ef aðili sem er í samskiptum við sveitafélagið, einkaaðili, og metur það svo fyrir sitt fyrirtæki, hann eigi að gæta trúnaðar, að þá fái hann það. En aftur á móti, ef einhver óskar eftir upplýsingum, þá getur hann gert það og málinu vísa til úrskurðarnefndar, þannig að þar kemur þá hlutlaus niðurstaða í málinu. Þannig að þið þurfum ekki að karpa lögfræði álit, þá væri bara matið þar. Hvað varðar auglýsingur á? Þá vitum við það sem vorum í bæjarstjórn og bæjar á þessum tíma að tapið á þessu safni nam 100 milljóna. Við vorum að leita leiða þegar við vorum í viðræðum við kröfuhafa, hvað gátum við gert til að minnka tapið? Og þetta er eitt af fyrirtæki sem var að gera miklar athugasemdir við hjá okkur. Við vorum búin að dæla peningum í það og við fórum að hugsa og leita allra leiða til að finna lausn á því. Og þess vegna auglýstum við eftir samstarfsaðilum, við reyndum að hafa þetta svítt eins og við gátum vegna þess að við vildum finna leiðir til að losna undan þessu. Það má vel vera að það hefur átt að standa auglýst til leigu, sölu, samstarfs eitthvað. Það má vel vera. En enginn á þessum tíma gerir athugasemdir við það. Með því að leigja Víkingaheima höfum við sennilega að spara Reykjanesbæ 100 milljónir. 100 milljónir. Mér finnst þetta mál farið að teyjast dálítið langt og snúast kannski allt annað heldur en það kannski gerði upphafi. Enda hafa þessir ágætu bæjarfulltrúar samþykkt söluna og gerði engar athugasemdir fyrr en eftir á. Margrét Þórarinsdóttir gerir sölu. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Ég vil byrja á því að taka undir efnislega bókun D-lista og ég styð hana heils hugar. En ég vil þakka bæjarstjóra fyrir svörin við spurningum mínum. Að svörunum má sjá að allt þetta ferli í kringum söluna á Víkingaheimum sýnir að þarna hafi ógegnsæg vinnubrögð verið viðhöfð. Og svörin breyta því ekki að meiri hluti bæjarstjórnar sem gerði afleitan samning Víkingaheima árið 2015 sem núverandi bæjarstjórn undirritaði. Ég óska að þetta verði bókað. Já,
Takk fyrir þetta, Margrét. Ég vil bara ítreka það að þessi orð sem að hér eru sögðum að meiri hluti bæjarstjórnar hafi samþykkt þetta á sínu tíma. Og í þessu meiri hluta sátu við oddvitar Friðjón Guðbrandur og Gunnar Þórarinsson og við fengum alla til liðs við okkur í þessari sölu. Það var engin meiri hluti, það var öll bæjarstjórnin sem samþykti þennan gjörning á sínu tíma. Vegna þess að eins og kom fram í tölunum hans Kjartans Más bæjarstjóra hér áðan og kom fram í þeim tölum sem við lögðum hér fram í bókunin á síðasta fundi að tapið á þessu þennan tíma og framlagning fjármuna frá sveitafélaginu til þessa fyrirbæris var orðið 478 milljónir. Að viðbættum svo fjármagnskostnaði sem að lendi ekki til okkur en er svo inn í félaginu sjálfu sem að ég var búin að reikna að gæti numið þá að heildarupphæðin gæti verið á milli 550 og 600 milljónir sem er búið að tapa á þennan tíma. Eina sem að vakti fyrir bæjarstjórn þess tíma var að koma okkur út úr þessu. Við höfðum einhver heimildir frá eftirlitsnefnd með fjármáli sveitafélaga til þess að halda áfram að ausa peningum úr sveitasjóði yfir í aðra stofnanir. Það var bara ólögilegt. Og talandum að það hef ekki ríkt gagnsæi. Við getum kannski prófað að bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir að auglýsa eitt stykki safn núna að vita hvað eru margir sem vilja fara að reka safn. Vitandi það að það skilar 20 milljóna í tap á hverju einasta ári. Ég er ekki viss að séu margir sem hafa áhuga á því. Nema þau séu þá bara svona ferlega lélegir í business. En að eyða fund eftir fund í að ræða hvernig auglýsingin var. Það liggur við sem að þrætta það hvernig auglýsingin var á litin. Ég sagði það ítrekað hér á síðasta bæjarstjórnarfundi, það hafi verið auglýst eftir áhugasömum aðilum. Þannig var auglýsingin og ég sagði það margoft. Þó að einhver bæjarfulltrúi hafi sagt að einhvers staðar annar staðar á einhverjum samfélagsmiðlum að það hefði verið óskað eftir einhverjum til að við höfum verið auglýsað að við ætlum að selja þetta. Það var bara ekkert á það að hlusta. Menn halda áfram til streitu að meirihlutinn hafi auglýst þetta til sölu. Ég bara áttaði mig ekki á þessu. Meirihlutinn auglýst þetta til sölu. Við stóðum öll að baki þessari auglýsingu sem sett var fram 2015. Hvorki meirihluti eða minnihluti, öll sem að vorum þarna. Vegna þess að það sáuð allir, við höfðum tvo möguleika. Halda fram að eyða peningum úr bæjarsjóði eða setja þetta á hausinn. En við gátum ekki tekið þetta út úr bæjarsjóði vegna þess að við máttum það ekki. Áttum við þá að setja þetta á hausinn og láta bankan taka þetta? Nei, við vorum ekki tilbúin til þess að því við vildum reyna það eins og við gátum að fá eitthvað sem geti rekið þetta. Það var nú bara það eina sem vakti fyrir okkur. Ég veit ekki hvaða fólk þetta er sem á þetta núna. Þekki þetta bara ekki neitt. Talandi eitthvað ógagnsæi, ég skil þetta ekki. Hvað er verið að reyna að búa til? Það sé verið að selja hér fyrirtæki sem er bara á raskatinu. Fyrir ekki orðbræði. Fyrirtæki sem er búið að skila 20 milljónum í tap á hverju einasta ári. Það er bara verðlaust. Allir sem komu að þessu uppalega, þeir flýðu frá þessu og bærinn borgaði út og tók þetta að sér. Og satt uppi með þetta. Hvað átt að gera? Ég hefaði engin svör önnur en að stoppa fjárflæðið. Það var bara það sem við gerðum í sókninni og sömdum við eftirlitsnefndina til þess að fá að halda fjárráðunum heima var að stoppa fjárflæðið. Við urðum að gera það. Og ætlum að fara að rífast það í marga bæjarstjórnarfundi hvernig auglýsingin hafi verið. Ég bara fattaði þetta ekki. Ríkar Rífsson gerði svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, með fullri virðingu, nú erum menn að tala um einhvern gjörning frá 2015. Friðjón fer mikinn yfir því að
Þar hafi setið fulltrúar fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins sem hafi samþykkt þetta. Þeir eru bara ekki hér. Það er ekki ég eða Anna Sigga eða Margrét Sanders. Við vorum ekki þáttakendur í þessum gjörningi. Núna horfum við fram á það að fólk er eðlilega að spyrja sig. Er eðlilegt að selja hús upp á 100 milljóna, hver sem forsaðan er, án þess að auglýsa það og bjóða öllum að taka þátt í því? Ég persónulega fekk símtöl þar sem að menn sögðu mig, ef ég hefði vitað að húsið væri til sölu, ég hefði viljað skoða það. Bara hreint og klárt. Og ef að þið haldið þetta hafi allt verið í svona slæmum málum og eins og forseti sagði hérna áðan að menn væri svo vittlausir í business að kaupa svona hluti eða taka svona hluti, þá er nú ekki útséð með það að Friðjón sé að spara 100 milljónir. Það er bara alls ekkert útséð með þetta mál. Ég get ekki betur séð. Þannig að fyrir mér er þetta bara einfalt og að við séum að rýna til gagns og spyrja hvort að menn hafi rétt á því að selja hús eða eign án þess að auglýsana sem að hér hefur komið í ljós að hún var ekki auglýst og hvar sem að bæjarfulltrúinn fullyrti umtalaði að þetta hafi verið auglýst þess að eign, þá er það bara ekki staðreynd, það hefur komið í ljós. Hvað sem á undan gekk, þá erum við að rýna til gagns, við erum að spyrja og spyrja aftur út frá lögfræðingum sem hafa skoðað þetta, er hægt að selja hús, eign, upp á 100 milljóna án þess að auglýsa? Hvað er að því? Skulum bara róa okkur aðeins niður. Takk. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ger mér fulla grein fyrir því að bæjarfulltrúin var ekki þeirra sem greiddi atkvæði og var ekki, og sumir aðrir í Sjálfstæðisflokknum voru ekki að greiða atkvæði þetta, en sumir er að gera það bara fyrir nokkrum mánuðum síðan reyndar og aðrir bæjarfulltrúar gera það fyrir nokkrum árum síðan. Selja hús fyrir 100 milljóna, segir bæjarfulltrúin, og því séu að rýna til gagns. Það er svo auðvelt að horfa tilbaka og segja við höfum þetta að gera þetta öðruvísi. Það er svo auðvelt. Ég velti fyrir mér að því að þetta er nú ekki stór tala sem hér ræðir, þetta ágæta hús, að því við höfum tapað mörgu sinnum verðmæti þess á síðust árum og maður ætti kannski frekar að spyrja, okkur spyrja menn ekki frekar, hver gaf eiginlega bæjaryfirvöldum að fara í þetta verkefni og tapa núna 500 milljónum og þetta er uppreiknað, þá erum við kannski að tala um 800-900 milljónum. Hver gaf bænum eiginlega leyfi til að fara í hennar business og tapa peningum skattborgarana? Bæjarfulltrúar ykkar ætti kannski að velta því fyrir sér. En hann var náttúrulega þátttakandi líka í þessu verkefni, eins og við vitum, báðir. Ég velti líka fyrir mér hvernig það er réttlætanlegt að selja eignir yfir höfuð án þess að auglýsa. Eins og þessi ágæti flokkur gerði á sínum ára, eins og Ríkharður veit um. Auðvitað ef við að rýna til gagns, á hverju förum þó ekki alla leið að selja eignir sveitarfélagsins sem sett okkur nánast á hausinn. Og erum menn búin að gleyma hvernig staðan var hjá okkur þegar 2014. Við áttum ekki fyrir launum. Við áttum bara ekki hreinlega fyrir launum. Og þegar við lendum undir hrammi eftirlitsnefndar og kröfuhafa, þá leitum við alla leiða sem mögulega eru til þess að selja. Og ég hefði gjarnan viljað að við losa okkur við þetta húsnæði fyrr. Og ég segi aftur, mér finnst það ennþá fyndnara og merkilegt að það sem bæjarfulltrúi Margrét Sanders baðst afsökunar að hafa nota Facebook-færslu mína, persónlega færslu mína, baðst afsökunar á því að hafa verið að taka hana hérna upp í bæjarstjórn og svo halda menn áfram að gera það. Persónlega færslu mína, fulltrúið meirihlutans á Facebook. Ég veit ekki hvort að ég er að fara að rýna Facebook alla daga til að sjá hvað pólitíski bæjarfulltrúar er að skrifa. Þetta var ég, persóna Friðjón Einarsson. Mér finnst þetta aldrei ómerkilegt að halda áfram þeirri vegferð. Og ég stend fast við það að ef einhver óskar trúnaði í samskipti við bæinn, þá veitum við þann trúnað. Og þá er þetta að vísa málinu í úrskurðarnefndina og ég hvet bæjarfulltrúa minnihlutans sem hér hafa stutt þessa bókun að óska eftir því að úrskurðarnefnd taki þetta mál fyrir
og þá kemur einhver niðurstaða og við hljótum öll að geta glaðst yfir því. En enginn hefur gert það. Okkur gerir ég það ekki? Ég myndi gera það ef ég væri þið. Óska formlega eftir því þannig að þið getið opnað bókhaldið. Ég veit að bæjarfulltrúar allir hafa þessar upplýsingar og það gildist trúnaðarskylda hjá okkur. En með því að vísa málinu í úrskurðarnefndina, óska eftir því, þá getið farið með þetta á Facebook. Mér finnst það leiðilegt, og ætla ég að nefna bara 3 atriði í því, að eins og ég hef sagt áður þegar bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir fór í viðtal og hafði var með ýmsar yfirlýsingar í viðtalinu og fór þar með stundum staðlausa stafi að halda áfram með staðlausa stafi og geta ekki beðist afsökunar á því að fara með hluti í útvarpsviðtal sem hún hefði átt að vita betur og hefur núna verið leiðrétt nokkru sinnum. Það mjög leiðilegt að þurfa að standa í því að svara fyrir eitthvað í fjölmiðlum og fá hringingar út af fjölmiðlum, út af upplýsingum sem þessi ágæti bæjarfulltrúi fór með í viðtalið. Númer 1. Lóðarsala, fullyrt. Bæjarfulltrúi fullyrt í viðtalinu að vera lóðarsala. Það er búið að upplýsa núna 2 sinnum að það ekki rétt. 2 sinnum búið að segja við háttvirtan bæjarfulltrúa að það sé ekki rétt. En það skiptir náttúrulega engu máli. Það hægt að fara í viðtal og segja að við séum að gera eitthvað sem við gerðum ekki. Númer 2. Fullyrti viðkomandi bæjarfulltrúi að við höfum lánað peninga. Reykjanesbær hefur lánað peninga. Það gerði Reykjanesbær ekki. Hún veit það. Samt segir hlutina í viðtali, segir viðkomandi bæjarfulltrúi í viðtali og finnst það bara allt í lagi að segja svona hluti. Segja hluti sem ekki sannir. Og svo finnst mér þetta kóróna þegar hún segir afleitan samning. Förum aftur í 2015 og skoðum stöðuna. Við leigjum með kauprétti. Og mati á þeim tíma hjá okkur sem voru í viðræðum við kröfuhafa sáum að þetta var gull fyrir okkur. Við spörum átt í 100 milljónir síðan 2015. Fyrir okkur var það gull á þeim tíma. En menn setja sig í stöðuna hvernig var 2015. Og ég það aftur að ítreka, tal meirihluta, þetta var bæjarstjórn Reykjanesbæjar sem gerði þetta. Það var ekki minna og meirihluti í því, það var bæjarstjórnin í heild sinni stóð sem betur fer á bakvið sóknina. Og það var hrósað þeim fyrir það vegna þess að við vorum auðvitað að gagnrýna þeirra störf sem þar voru. En þeir stóðu mjög vel með okkur, bæjarfulltrúar á þeim tíma, glæsilegt, og það á ekki að undirskilja þá í þessu, en þetta var gott verk að gera sóknina, klárana og komast undir öll viðmið á sínum tíma. Mér finnst það sómi bæjarfulltrúar að biðjast afsökunar á hlutum sem þeir fara með í fjölmiðla sem eru alrangir. Sjálfsagt mál. Svo vona ég við þurfum ekki að tala þetta meira. Takk. Gunnar Þórhallsson, gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar, þetta mál afskaplega einkennilegt og margt sem þarf að skoða og pæla í. Fyrir það fyrsta þá tek ég alveg undir það að þetta var vandamál þegar við tókum við á sínum tíma 2014 að finna leiðir til þess að minnka skuldir og selja eignir þess vegna, en allavega það var allt gert til þess að reyna að lækka skuldir, sem var eðlilegt því að bærinn var illa staddur fjárhagslega. Það er bara staðreynd. Hitt annað mál að í þessari stöðu sem við erum með núna, að þá bara komið allt önnur sviðsmynd, allt önnur. Við stöndum frammi fyrir því að okkur fyrir að vanta húsnæði. Húsnæði sem þetta hefði getað gagnast okkur, auðveldlega. Það er verið að auka stöðugildi til dæmis, til þess þarf aukið rými
í stjórnarráðinu og það verður ekki gert nema með því að víkja einhverju út, til dæmis bókasafninu, það hefur verið hægt að færa það nú yfir til dæmis, svo dæmis ég tekið, sem hefði verið ákjósanlegt því að bókasafn og þetta safn sem hérna núna hefði getað átt ágæti samstarf, svo ekki sem að sagt. Annars verð ég að segja það svona í gegnum tíðina þá hefur mér þetta skip alltaf fundist hálf kjánalegt að inni. Það sigldi reyndar til Ameríku og aftur tilbaka en það eru öll afrekin. Svo situr það þarna og gerir ekki neitt. Það væri nær að setja það út og láta það fljóta einhvers staðar og leyfa fólki að fara út í bátinn þar sem það í raun og veru ruggar aðeins. Þó það væri ekki meira. Þannig að ég finnst við höfum þarna tapað einhverju tækifæri sem að hefði kannski verið hægt að nýta, þó ég hef ekki skoðað það gaumgæfilega. En þetta er svona mín afstaða í þessu eins og sakir standa. Ágæti bæjarfulltrúi, ég verð nú að fá að bregðast við þessu sem að bæjarfulltrúi Gunnar nefnir hér. Ég verð nú oft hissa en ég held ég hafi nú ekkert orðið eins mikið hissa eins og núna þegar bæjarfulltrúin lætur þessu orð falla. Vantar húsnæði? Já, okkur vantar húsnæði. Okkur vantar alveg fullt af húsnæði. Okkur vantar nýjan skóla, okkur vantar íþróttahús og nýja fimleikahöll og nýja fráveitustöð og hreinsistöð og ég get nefnt alveg fullt af hlutum sem okkur vantar. En að bæjarfulltrúi sem að tók þátt í að gera samning á árinu 2015 með kauprétti skuli halda því fram að staðan sé bara allt önnur núna. Ég fæ bara engan botn í þetta. Annarkvort stöndum við gerða samninga eða við erum dæmd til þess. Og hvort viljum við standa við gerða samninga eða lenda bara í málaferlum að því að við ætlum bara að segja nei, okkur bara vantar húsnæði. Við erum bara hætt við þetta. Við verðum bara að gera svo vel sem stjórnvald að standa við það sem að stjórnvald í Reykjanesbæri búið að ákveða þessum málum. Hvaða málflutningur er þetta eiginlega? Og ég verð nú að segja það, mér þykir það nú býra við að bæjarfulltrúar komi hér upp og fara að tala um það hér að ef að þetta hefði nú verið til sölu, þá hefði nú kannski. En þessir aðilar voru líka þáttakendur í að setja þetta í gang. Þeir báru fjárhagslega ábyrgð á þessu á sínu tíma, en leyfa sér núna að koma að tala um einhver allt aðra hluti þegar að Reykjanesbær vegna einhverja hluta lét sér hafa það að yfirtaka alla skuldbindingar sem á þessu hvíldu og losaði þá hina hluta af undan því. Þannig að mér þykir þetta býra við að standa hér eins og hvítþveginn engill. Það er því miður. Þetta ég átta mikið alveg á svona á hvaða vegferð fólk er. En eins og við verðum auðvitað bara reyna að svara þessu eftir eins og við getum en að við séum að eyða öllum þessum tíma í þetta. Stöndum við það sem við gerðum. Þegar við tókum við hérna 2014, þá vorum við með fullt af skuldbindingum sem að voru ekkit okkur þóknarlegar. Við vorum með samninga út af kísilverum sem að við vildum ekkert. Það var hérna samning við einhverjar líkamsræktarstöðvar sem við vildum ekkert. Við verðum bara að standa við þetta sem stjórnvald, ekki að því að ég var einhver gaur út í bæ, heldur sem hluti af stjórnvaldi Reykjanesbæjar, þá verðum við bara að standa við gerða samninga, hvað sem tautar og raular. Þannig ég er ekki alveg að fylgja þessu. Friðjón Einarsson gerði svo. Herra forseti, takk fyrir að gefa mér orðið aftur. Ég er líka orðlaus. Ég verði eiginlega að segja það að bæjarfulltrúi Gunnar Þórarinsson sem satt með okkur vaktina á þessum tíma þar sem við eittum
ómældum tíma helgar til að fara yfir hvert einasta mál hjá Reykjanesbæ í 2 ár. Og þar sem þetta var eitt aðalmáli til að losna við. Gunnar er búinn að hafa, bæjarfulltrúi er búinn að hafa fullt af tækifærum til að koma þarna upp og koma með tillögur að selja húsið og nota undir eitthvað annað. Ekki orð síðan við gerum leigusamning, ekki einu sinni. Alltaf réttum höndunum samþykkt þetta sem við verðum að gera, sem og allir aðrir bæjarfulltrúar. Það er svo auðvelt að koma hérna eftir á og gaggrina allt og alla eftir að þið sjálf tóku þátt í þessu. Ég skil ekki svona. Ég get aftur og móti alveg skilið það að menn gerir athugasemdir við hvernig þetta allt var gert og ég virði það að kannski hefðu við geta gert hlutina aðeins betur og öðruvísi. Eins og bæjarstjóri Margrét Sanders fór hérna yfir áðan. Það má vel vera og það var nú þannig að þegar við fórum í þetta mál að þá var það okkar aðallögfræðingur lögmaður bæjarins sem stýrið þessu máli og við öll sem þekktum hann, við veitum það að hann var mjög löglærður maður og reyndi alltaf að fara réttu leiðirnar. En það var hann sem bara ábyrgð á þessum gjörningi hjá okkur sem við síðan samþykktum. Það er alltaf þannig þegar maður horfir í baksýnispeilin að við hefðum geta gert hlutina öðruvísi. Og ég sé engan tilgang í því annað en það að þetta er ágætis ábendingar að við hugsaum málin betur, en á sama tíma þá vil ég líka koma þeirra ábendingu á framfæri að bæjarfulltrúar komi með athugasemdir í málunum áður en að þeir samþykki það. Ekki gera það enn á ný eins og hefur gerst núna þessu kjörtímabili nokkru sinnum. Það sem bæjarfulltrúar samþykja einhvern gjörning og koma svo eftir á og vilja hætta við. Það er alveg rétt sem forseti vor segir hér. Við verðum að standa við orð okkar og samninga. Það er bara þannig. En ég er alveg tilbúin til að taka gagnrýni á þetta og við höfum geta gert hlutina einhvern veginn betur og öðruvísi, sá lífi sem lærir og ég er svo sannlega tilbúin í það. Nú er ég bara alveg hoppandi gladur yfir því að við séum búin að selja þetta safn og ég óska nýjum eiganda alls góðs í því að hann geti nýtt þetta og hann standi sér vel. Vegna þess að því miður þá tókst okkur ekki að gera það sveitarfélaginu. Takk. Gunnar Þórðarson, gerðu vel. Já, virðulega forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég mér furðar nú á þessum viðburðum. Ég verð að segja það. Einfaldlega vegna þess að það er ljóst að það hefur verið gefin alveg hellingur eftir af þeim skuldum. Við höfum tekið það á okkur að taka yfir þessar skuldir eins og framkemur í ykkar svari, eðlilega. Og þess vegna skil ég ekki hvað það í raun og veru þýðir að það sé ekki verið að hugsa það hvort við getum nýtt húsið sjálfur. Það hefði verið alveg lagfægt. Við erum að gefa eftir hellinga peningum hana, bæði í útlendingi og íslendingi. Það eru ykkur 200 milljónir eða sýndist mér. Er það ekki? Ég held að það sé alveg ljóst. Svona hús kostar meira en það. Ríkharður Ísberg, gerðu vel. Forseti, já, mér finnst þetta gott að Friðjón viðurkenni það að þetta séu kannski bara þarfar ábendingar. Það er vel, við erum aðeins að slaka og róa okkur niður. En ég samt velti því fyrir mér ef að Friðjón er að segja eitthvað á Facebookinu sinni, er hann þá ekki formaður bæjarráðs? Eða er það ekki svolítið erfitt að gera greinamunin þar að fullyrði eitthvað þegar að menn eru að sinna ákveðnum verkefnum sem kjörnir fulltrúar? Síðan talar það að ég hafi komið nálægt þessu og menn verða svolítið uppveðraðir og þetta fer aðeins í persónuárásir eins og á Margréti hjá Miðflokki. Við getum alveg slakað á, við getum alveg rætt málin hérna, til þess erum við. Þá vil ég samt benda á það að það gjörningur gerði 2015.
Þetta eru erfiðar aðstæður. Við vissum það alveg. Við vissum að það var hrun, það var rópa hér út allar koppagrundir. Herinn fór og nú erum við komin í enn og aftur í slæmar aðstæður. Við erum með COVID. Þannig ekki eins og bæjarsjóður standi vel. Þetta eru ytri aðstæður. En það voru líka ytri aðstæður sem að gá okkur fullt að tekjum þegar allt fór á fullt aftur. Það var ástæðan fyrir því að við náðum að snúa rekstrinum við. Meir og minna út frá flugvöllunum hérna upp frá. Ytri aðstæður sem sköpuðu tekjur. Nú erum við að horfa í hluti og Friðjón segir við mig, þú komst að þessu með einhverjum hætti. Ég get alveg ekki það að þú bara stoltur af að þegar að vel áraði og þessar hugmyndir komu inn, meðal annars með fjárstöðningi frá ríkinu, þá hjálpaði ég til við að kynna verkefnið og ég hjálpaði til við það að fá Smithsonian safnið inn í þetta. Ég var bara stoltur að því. Það var ekki eins og ég fengi eitthvað fyrir það, bara fjarri lagi. En menn voru bara að reyna að vinna fyrir sitt bæjarfélag. Og þess vegna er ég bara sáttur við það að Friðjón svona rói sig aðeins niður og segja, já, kannski að þetta sé bara eðlilegt. Er eitthvað óeðlilegt að fólk spyrji, er hægt að selja eignina við þessar aðstæður? Og ég segi bara fyrir mitt leyti þessum rekstraraðila núna, hún er með full vorkunn. Það er nú ekki eins og að sé auðvelt að reka ferðaþjónustufyrirtæki í dag. Í alvörunni. Þetta er allt erfiðar aðstæður. En við erum öll að hugsa hagsmuni bæjarins fyrir það. Og við skulum aðeins slaka á í þessum persónuárásum. Það er ekkert að búa gott. Það er bara svoleiðis. Takk fyrir. Margar Sanders Geirsvall. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Í fyrsta lagi þá langar mig að segja ykkur að minn helsti akkillesarhæll er að ég er mjög orðljót og ég hef blótað í pontu og sagt ýmislegt og verið mjög orðljót en þá hefur forseti yfirleitt notað hamarinn og bent mér vinsamlega á að svona tala maður ekki eða svona orð bara nota maður ekki og því spyr ég forseta. Ef að forseti notar svona umurleg orð eins og ég, hver stoppar forseta af? Bara væri gott að vita það. Því að það voru viðhöfð orðarna sem að það hefði verið allavega, er ekkit ósvipað því sem ég hef notað og það var gerð alveglega athugasemd við það. En varðandi hái sveitur, þá langar mig að nefna það að það er akkurat það sem stendur í lögunum er að ef að samkeppnisrekstur er að ræða, þá er hægt að hafa leynd yfir ákveðnum upplýsingum. Og mér fannst, og hái sveitur eru í samkeppnisrekstri, það fer ekkert á milli mála og þess vegna er ekki hægt að setja allar þessar upplýsingar á borðið þar. Og það mat þarf alla að fara fram vegna þess að það vita það allir að það er samkeppnisrekstur. Mér fannst formaður bæjarráðs, Friðjón Einarsson, koma með sterkasta punktin í þessari umræðu sem var hvernig lærum við af þessu. Við vorum að reyna að vera hófstillt í þessu, búin að marg segja að við erum hlynnt sölunni. Við litum svo á að salan fór fram 2015 þar sem að kauprétt var að ræða í þessum samningi, ekki forkaupsrétt, heldur kauprétt, þannig að salan fór fram 2015 en svo hefur komið nokkur sinnum í umræðina við hefum samþykkt og við hefum samþykkt. Ef við ekki ákveð okkur, hvenær fór salan fram? Var hún ekki 2015? Ég allavega leit svo á. Við spurðumst allavega fyrir það af því að við hefðum einmitt fengið fyrirspurnir þetta hús að fólk vildi kaupa, akkur það var ekki auglýst og svör á fundum, ekki skrifleg og er ekki að vitna núna í Facebook, var að þetta var auglýst á sínum tíma sem við erum síðan núna að benda á að það hef ekki verið. Það var einmitt góður maður sem hefur verið lengi í bæjarstjórn sem hefur einmitt sagt út á upplýsingalögunum, þá er bara best að vera ekkert með neitt leyndarmál eða einhverja svona samninga að það eigi að halda kaupverði einhverju öðru leyndu vegna þess að þetta er alltaf vesinn, eins og hann orðaði.
Ég ber mikla virðingu fyrir Gunnari Þórarinssyni og finn það að ég sakna hans úr meirihluta. Ég sakna hans úr meirihluta því að ég fann það að margar af tillögum hans, margar af tillögum sem komu frá honum á síðasta kjörtímabili voru góðar og þegar að harðnar í dalnum þá dregið úr kostnaði. Þannig að því miður hann ekki í meirihluta núna en mér finnst það miður. Að lokum vil ég nefna það aftur og áður ég geri það, þá langar mig aðeins að nefna, ekki orðið tóltið þreytt að tala þið settu bæinn á hausinn, þið seldu þetta og þið gerðu þetta. Síðast var verið að tala um fasteign, en við skulum ekki gleyma því að fasteign var í eigu Reykjanesbæjar varðandi auglýsingu, en ég get alveg fallist á það ef þetta átt að vera einhvern veginn öðruvísi. Þá eigum við að gera eins og bæjarfulltrúi Friðjón talaði við eigum að læra af því. Við eigum þá að læra af því. Þannig ég vil ítreka það að þessar athugasemdir í okkur, þessar tvær, annars vegar matið á að upplýsingarnir eiga ekki að koma fram og hins vegar að eignin var ekki seld og lærum að því. Við viljum að þetta komi fram og ég held að þetta sé orðin ágætis umræða og við þurfum ekki að vera fram á 9 í kvöld að ræða þetta eitthvað frekar. Ég held að við séum búin að koma þessum upplýsingum á framfæri. Takk. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, að minnsta kosti einn aðili að skoða réttarstöðu sína varðandi söluna á félögum tengdum Víkingaheimum. Það er von mín að Reykjanesbær verði ekki fyrir skaða af þeim málaferlum. Ég veit ekki hvort að þið eru komnir með kæruna í hendurnar vegna sölu Víkingaheima, en það er svo sannarlega að þessu máli er ekki lokið. Takk. Já, takk fyrir þetta. Sko, á síðasta fundi hér í Hljómahöll, þá reyndi ég að fara eins nálægt í og ég gat á þess að brjóta trúnað hvert sölu virði væri. Og ég held að bæjarstjórinn hafi nú svo sem gert það líka í svörum sínum áðan. Og við heldur sé og fólk getur alveg lesið þá út úr orðræðinu sem átti þessi stað hér að þarna erum að ræða sölu og hlutafélagi sem stórskuldut. Þannig að, og ég sagði það margótt, þetta í raun og veru bara yfirtaka skuldum sem á sér stað. Og það sem við grættum á þessu var að við losnuðum við að eyða í þetta 20 milljóna hverju ári. Það var hagnaður bæjarins út úr þessu. Þannig að það er eins langt eins og ég get farið í að upplýsa á hvað þetta var selt. Því að ég ætla ekki að brjóta þennan trúnað sem að þessi aðili óskaði eftir í við okkur. En þið sem hafið hér verið að gagnrýna það þetta ríki eitthvað trúnaður. Af hverju segið þið þá ekki bara frá þessu? Ef þið viljið vera svona gagnsæ og opin og segja öllum og segja öllum allt, af hverju gerið það bara ekki? Ekki ætla ég að banna ykkur það. Ég stjórn ykkur ekkert. Ef þið viljið brjóta trúnaðu, upplýsa, vera svona gagnsæ eins og þið eru að tala um. Þið eru ekkert undir hælnum á okkur. Segið þetta það bara. Við erum ekkert að tapa neinu peningu núna. Við erum búin að vera að afskrifa af þessu félagi alveg frá fyrsta degi. Frá fyrsta degi rekstrar var þetta félag búið að tapa. Og bara minna Gunnar Þórarinsson á það að afskrifu síðasta krafa átti sér stað á árinu 2019. Þannig að
Þetta var tekið 2011, 2015 og 2019 og þá var verið að taka upp, safnað og afskrifað. Því að menn sáu bara engar ekstra grundvöll. Og það er bara ekki fyrir að þetta er stoppað að við hættum að borga lánunum og þau hafa bara verið þarna og það hefur safnast upp. Og þessi aðili, og ég skil hann, að því að eins og bæjarfulltrúi Ríkharður Ibsen benti hér á, það er ekkert auðvelt að fara að reka ferðaþjónustu fyrirtæki í dag. Það er mjög erfitt. Og ég skil það að hann þurfi einhver tíma til þess að hafa samskipti við þær fjármálastofnanir sem eiga þessar skuldir sem á þessu hlutafélagi hvíla. Það getur hjálpað honum í rekstrinum ef að hann getur lækkað einhverja vaxtagreiðslur inn í félaginu. Og ég er bara tilbúin til þess að veita honum þann tíma sem hann þarf í það. Af því að við viljum öll að þetta víkingasafn sé hér til framtíðar. Það er eini tilgangurinn okkar. Það hefur ekkert með það að gera að við séum eitthvað að græða á þessu. Við þurfum alltaf að borga skuldirnar sem á fyrirtækinu hvíla. Þó að við séum afskrifagunnar, þá hvíla á þessu fyrirtæki margar milljónir, mörg 100 milljónir sem við vorum hætt að þjóna og viljum ekki þjóna. Við viljum ekki vera að borga hér 20 milljónir vexti af félagi þegar við erum að berjast við að reyna að bæta hér þjónustunni í sveitarfélagi. Við viljum hækka húsnæðisstuðningin, við viljum hækka hvatagreiðslur, við viljum gera meira. Við þurfum peningin á velferðarsviði. Og þá ætlum við ekki að vera að eyða en svona, sjáum við. Ég held að við séum búin að gera 100 mistök frá því að við tókum við. Ég er alveg viss um það. En hér erum við og áfram reynum við. Við erum alltaf að gera ykkur mistök. En vonandi erum við að fara í rétta átt. Og þegar að vera að tala um einhverja persónulegar árásir. Ég líti á það sem persónulega árás á mig þegar vera að saka mig um eitthvað ógagnsæi og ég sé að gera einhverja óhreina hluti. Ég lít bara á það sem persónulega árás á mig, þó að ég talaði um meirihlutann, ég hluta meirihlutanum og þá bregst ég bara við. Ég svara fyrir sjálfa mig. Á þess að ég sé eitthvað að ráðast persónulega á. Þegar að mér finnst að mér vegið, þá svara ég. Og hef alltaf gert og mun gera. Þannig að við verðum bara að þola það að ef að við setjum eitthvað frá okkur, að það sé brugðist við. En að öðru leyti held ég að það sé búið að fara mjög vel yfir þetta mál. Þið hafið algjör sjálfstæði í málinu. Ef þið viljið fara að tala um þessa samninga opinberlega, gera það þá. Ekki ætla ég að stoppa það. Og ég ætla líka bara að benda bæjarfulltrúanum Margréti á það að þegar að bæjarfulltrúi bendir forseta á að hann hafi gert einhverja vitleysu hérna, þá biðst forseti afsökunar og gerir það hér með. Hitta leiksins getur maður stundum notað stór orð og ég biðst hér með afsökunar á því. Ég held að þessi umræða sé komin á enda. Við erum ekkert að greiða eða afgreiða þetta sérstaklega. Þetta liggur hér fyrir og við gerum þá hlé á fundinum og meðan farið er yfir fundagerðina.
650 fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkjanes í Hljómahöll 16. febrúar 2021 kl. 17. Og viðstaddir Anna Sigurður Jónisdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þóransson, Margreta Sandes, Margrét Þóransdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Halldóra Fríða Þorvarsdóttir, Ríkari Ibsen, Kjartan Már Kjartason og forseti var Guðbrandur Einarsson. Og fyrsta mál fundargerð bæjarráðs frá 4. og 11. febrúar og forseti gaf orðið laust fundargerðirnar og til máls tók Díana Hilmarsdóttir og fundargerðirnar samþykktar 11:0. Og annar mál fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. febrúar, forseti gaf orðið laust eftirfarandi liði fundargerðarinnar til sérstakra samþykktar. Annar liður Suðurnesjalína 2 framkvæmdaleyfi til máls tóku Ríkari Ibsen og Friðjón Einarsson, annar liður samþykktur 11:0. Fjórði liður Njarðvíkurhöfn skipulagslýsing samþykktur 11:0 án umræðu. Fimmti liður Nesvelli deiliskipulagsbreyting samþykktur 11:0 án umræðu. Sjötti liður Stapagata Stapagót fyrirspurn samþykktur 11:0 án umræðu. Sjöundi liður breyting deiliskipulagi innar og orkuvinnslusvæði og Reykjanesi samþykktur 11:0 án umræðu. Níundi liður Völ á 6 breyting og byggingarreit samþykktur 11:0 án umræðu og tíundi liður Móvelli 6 breyting og deiliskipulagi samþykktur 11:0 án umræðu. 12. liður Leirdalur 7-13 breyting og deiliskipulagi samþykktur 11:0 án umræðu. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og máls tók Ríkari Ibsen en fundargerðin var síðan samþykkt að öðru leyti 11:0. Þriðja mál fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 9. febrúar. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og máls tóku Díana Hilmarsdóttir og Anna Sigurður Jónisdóttir og fundargerðin samþykkt 11:0. Fjórða mál fundargerð velferðarráðs frá 10. febrúar. Forseti gaf orðalaust fundargerðina til máls tóku Halldóra Fríða Þorvarsdóttir, Guðni Birna Guðmundsdóttir og Anna Sigurður Jónisdóttir. Forseti bar upp tillögu að vísa fyrsta máli fundargerðarinnar mótvægisaðgerðir vegna COVID-19 tillögu velferðarvaktar til næsta bæjarráðsfundar og samþykkt 11:0. Og fundargerðin samþykkt 11:0. Fimmta mál fundargerð lýðheilsusráðs frá 11. febrúar. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tóku Anna Sigurður Jónisdóttir og Friðjón Einarsson og fundargerðin samþykkt 11:0. Sjötta mál fundargerð fræðsluráðs frá 12. febrúar. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tóku Anna Sigurður Jónisdóttir og Guðni Birna Guðmundsdóttir og fundargerðin samþykkt 11:0. Sjöunda mál sala útlendings EHF Víkingaheima. Forseti gaf orðalaust til máls tók Kjartan Már Kjartason og fór yfir svör við spurningum frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokks og bæjarfulltrúum Miðflokks sem lagður voru fram á bæjarstjórnarfundi 2. febrúar 2021 og með leyfi forseta mun ég ekki lesa þau svörin en þau eru öll hérna og bárust rafrænt. Forseti gaf orðalaust og til máls tók Margreta Sandes og lagði fram eftirfarandi bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og með leyfi forseta mun ég ekki lesa þá bókun en hún barst rafrænt. Forseti gaf orðalaust og til máls tók Friðjón Einarsson og til máls tók Margrét Þóransdóttir og lagði fram bókun og með leyfi forseta mun ég ekki lesa á bókun en hún barst einnig rafrænt. Til máls tóku Guðbrandur Einarsson, Ríkari Ibsen, Friðjón Einarsson, Gunnar Þóransson, Margreta Sandes og Margrét Þóransdóttir. Ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem samþykkja þetta fundargerðina beðum að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0 og fundargerðin verður undirrituð rafrænt og ég segi hér með 605. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slitið.